Já. Er þetta rétt Ghostbusters það? Já, mér heyrist þetta vera rétt Ghostbusters. Já. Það er ágætt, ég hef ekki klikkað á þessu annan þáttinn í röð. Við erum bara 37. þáttur í dag og við erum að læra þetta núna. Já, Þorkell Máli mættir inn í enn fótboltalagarpið. Það er bara Nei, en virkilega gaman að fá þig. Það hefur verið gaman að koma hérna. Já. Þið eru með í glasi núna, þið eru ekki eins fullir og þið heiti ykkur síðast. Ég er alltaf, já. Varstu líka verið barðinn á Birki, Ja, það var náttúrulega því, sko, það var þið munið svona litlu ykkur er hent út. Það hefði ekki verið þarna í kunnskap við annan tónlistamann sem var þarna. Það hefði verið flekt út þarna heiklust. Já, ég var með stiltur sko, en Leifur var þarna, já, hann myndi vandræða. Já, við vorum sem nokkri saman og við vorum í bæjarbyggu og jólatónleikum hjá JJ og Frikka. Og þetta var eiginlega hræðilegt, sko, því ég var að vinna fyrir Palla í bæjarbyggu. Og fyrst sem hún gerir, mætum hún 6 og fagnaði útskrift. Hann kemur með bara, herru, til hamingju með útskriftina, þetta eru 6 bjórar. Og ég dreifði á lið og ekki sögunafnið, sko, síðan. Þetta er Páll Eyjólfsson, hann er sögutólkurinn í þessu. Þetta er rónum ekki hérna. En það átt að reyfum, ekki spurning, og hérna djúvel var gaman. JJ og Frikki, Þeir eru frábærir. Já, þeir eru ágætis. Þeir eru mikli snillingar, það verður ekki að segja það, sko. Það voru góða tónleikar, jú, þeir voru frábæris. Það sem þú heyrðir fólk var að segja það, þú hefði skemmt þér vel. Já, það er nákvæmlega þannig. Já, en hvernig ertu í skákinni? Bara svo við byrjum á því. Ég held ég sé ágætur í skák, sko. Ok? Ég held ég sé alveg ágætur. Ég man alltaf, bæði því ég var í Garðaskóla og ég man eins og í Flataskóla, þá mátaði ég einhvern ofvitan þetta. Já. Og hann fór út, sko, grátandi. Aha. Já, ég man það, sko, því það þótti nú ekki fínt að vera að tappa fyrir svona álutum eins og mér. En það er ekki mikið skákmenningar í Garðabæ, sko. Við erum með tapfélag Garðabæjar og síðan erum við nú með fyrir formann skákfélagsins með þess að 2 held ég sem búið í Garðabænum. Já. Og náttúrulega skólameistari minn gamli, hann Þorsteinn. Já. Hann var náttúrulega formaður skáksambandsins og var mikill skákmaður. Ég man að það kom honum með skemmtilega og ég skildi að hafa gaman að tefla, sko. Já. Og síðan erum við náttúrulega með fyrirhundi forseta tapfélagsins. Björn Torfason býr náttúrulega í Garðabænum. Já, það er kóngurinn, sko. Kóngurinn sko. Já, hann er náttúrulega býr þetta í Garðabænum líka. Þetta við Garðabæingar erum með mikil Já. Mikil skák hérna líka. Já, mikil skák. Og síðan náttúrulega ég náttúrulega skáktengdur. Það var einhver ættingar sem hafa gaman að tefla, sko. Já. Því ég kalla alltaf skáknördan, sko. Skulum láta það að reyna. Vindum okkur bara í það. Hvað er langt sem þetta semt skák? Það eru bara einhver ár síðan, sko. Ég man við tefldum þetta aðeins, sko, og þú veist, það er skemmtilegt að tefla einmitt þegar maður sko, ég veit ekki, þegar maður kannski ekki prófa það og ég er ekkert að mæla með því, en þú veist, en það er alveg gaman að tefla þegar maður er freðinn, sko. Hvað á ég að tefla, sérst, við hvernig er ég að tefla? Þú ert með svart þarna. Er ég með svart? Já. Og ef þú ítir á peðið þarna uppi á hægri megin, myndina, þú sé hvað hann er. Vel gert. Ég er ekkert hrifinn af því, sko. En já, tefla þegar þú ert freðinn, segir þú? Já, það er mjög áhugavert að tefla þegar maður er freðinn, sko. Bættist taflmennskaðin mikið þá eða? Nei, maður heldur það. Ég fór eins og í stærðfræðipróf og hélt ég alveg eisa, sko, en þú veist, ég fékk ég eitthvað, þú veist, 2-3 í því, sko. Maður heldur oft, sko, maður sé betri en maður er, sko. Já. Ég held samt í alvörunni, og ég er bara sannfærður það, að þessi drukktilraun, danska myndir sem kom út það sem voru alltaf í, ég veit ekki, 1,5 mg% eða eitthvað. Það er bara, þú ert betri í öllu sem þú gerir eftir 2 kalda. Nei, ég held að það sé bara kjafta. Ég til dæmis verð að segja það, sko, ég er náttúrulega ekki mjög hrifinn af áfengi, per se, sko, en ég er búinn að prófa mikið af vímöfnum aðeina og ég verð að segja það, sko, ef ég til dæmis nú ég er búinn að vera óvirkur alkohólist í 25 ár, en sko, ef ég væri til dæmis að fara að fá mér eitthvað vímöfni, þá myndi ég aldrei fá mér áfengi. Það er eitthvað glataðasta vímöfni í sögunar og ég hef aldrei hitt mann sem var eitthvað sérstaklega vel gefinn á því að vera að fá sér glas, sko. Aldrei bara. Ég man aldrei eftir að hitt bara djöfull var skarpur þessi eftir að hann er búinn að fá sér. Var það ekki það sem hugsaðir eftir að hitti mig? Nei, það var seinast það var hugsaðir. Það var bara djöfull þakklátt fyrir að vera einn. Já, ok, en þú kemur að neina á, þú er aldrei hitt, sko, þú talaðir mörg vímöfni og þú sagðir, ég hef aldrei hitt mann sem hefur verið skarpar að því að neyta áfengis, en er eitthvað, þú veist, þú nefndir
talar mörg þarna sko. Já, nei, það verður aldrei neitt skarpari að nota neinn vímuefni. Þú veist, að nota vímuefni, hvort sem áfengi, kannabis eða hvaða vímuefni sem sko. Það náttúrulega flótti frá lífinu. Algjörlega. Og það bara eins og til dæmis eins og margir eyða tímunum sínum í einhverja tölvuleiki. Já. Í einhverja 300 klukkutíma bara á mánuði eða viku eða hvað það þú veist, þetta náttúrulega algjört kjaftæði að gera það sko. Það bara til þess að forðast það að vera til sko. Já, það mynd nákvæmlega það bara til að forðast það til að vera til sko. Og að forðast einhvern veginn bara að horfast í augu við lífið sko. Já, algjörlega. Og ég mæli nú ekki sérstaklega mikið með því að hann eitthvað svona skjátt ja. Býtu það, býtu ekki því bara... Það býðu jafntefli. Já, ok, við tökum... Nei, það frí riddari. Býtu, hvað eru margir sem á að náðu í stíðin? Nei, það Þannig að ég ætla að segja já og jafntefli. Já. Fyrir vel, það kom fulltrúblað. Þannig að ég kom með stíg strax. Herru, en eitt sem við gerum, sko, þetta var alltaf þannig að við kynntum gestirinn. Já, gleymdu því bara. Nei, já, við erum hættir því. Af hverju? Að þið erum orðið svo heimilisli. Já, ok, alltaf. Já, en það var alltaf stemningi kringum það að hann fekk að velja sér lag. Sér challenge sem hann að fá. Hvað er það? Já, Hjörvar Steinn Grétarsson, besti skákmaður Íslands, það skoraði. Herru, já, ég til bara, við skulum sjá hvað hann getur. Hjörvar, má ég fá handicap? Nei, ekki einn að myndu rated. Hvað á maður að gera hérna? Hjörvar, handicap og hvað tímaverk viljið þið? Bara, korter eða eitthvað. Hvar er? Hann hætti við. Hann að sá hvað við stýrið sko. Já, hann hætti við, sagðast, já. Hann eftir að heyri frá skákheiðin í Garðabæ sko. Já, skákheiðin líka bara þú veist. Ég kendi náttúrulega Þorfinnsinnum báðum að tefla sko. Kendi þeim allt sem var kann. Ég kendi þeim allan á manngangir sko. Ég vil meina það sko. Ég bjóst ekki við að þeir yrðu samt myndi farið þetta sko. Nei. En skák brútal íþrótt sko. Hún brútal. Ég bara sá það strax sko. Leðið ég sá hana þátt hérna fyrst sko. Það nú orðið bara nokkrum mánuðir ár síðan. Hvernig sá þetta fyrst? Það er áskamalt. Þá man ég bara, já, það er áhugavert að vera með svona maður. Því að sko, mér finnst það að kenna skák bara sem skyldufæði öllu sko. Og þetta er bara fínt fyrir börn aðeins til að fá smá rökhugsun í gang. Þau hugsi út í það, þetta tekur kannski einu önn fram að jólum. Allir fari í skáktíma einu sinni í viku. Heftalega saman. Og þú veist, ég held þetta hjálpið öllum, ég held þetta að hjálpa mér við starffræði alltaf á sínum tíma. Já, getur verið rauðvísum sko. En já, og svo er þetta líka bara fínt út af því að krakkar þetta athyglisband fræga að verða minna og minna, þú veist. Nei, líka að hugsa þetta er miklu skemmtilega, hvað heita þessi leiki nú? Fortnite og eitthvað. Þú veist, þarna þú ert eitthvað að hugsa. Já, algjörlega. Þú ert ekki að hugsa í þessu Fortnite. Nei. Þessu FIFA þarna. Nei. Það er ótrúlegt að reyða. Þið eru nátt samt kynslóðan sem er í tímanum með það. Nei, ég segi alltaf, við erum yngsta kynslóð gammalskóls. Við náum FIFA samt. Seinasta kynslóð gammalskóls. Hvað ágir? Ég er 98-96. Ég held að ég sé fyrsta kynslóðan og hann sé mögulega seinasta. Nei, kynslóðan ykkar alveg út að skýta. Nei, það? Nei, jú, þið náið náttúrulega fyrir, þið kannski mögulega sleppuðu, þið komið inn á 10. áratugum. Já. Það hjálpar. Það gerir það sko. Þetta var náttúrulega 10. áratugurinn var besti áratugur. Er það svo? Af hverju? Bara var langbesta músíkin. Og svona í 80's. 80's er viðbjóður sko. 80's er einhver svona mesta ofmat á músík sem bara ég veit sko. Þetta er hræðilegt stöf. Bara alltaf þessu, þú veist, málega þetta er bara eina ástæðan fyrir að þetta kemur í einhvern hring er bara að þetta er fyndið sko. Það er engin hlust á 80's músík og bara, þetta er virkilega góð músík. Þetta er bara hilarious, þú veist, þú getur fundið eitt og eitt lag sem er gott sko. Góðum með eitthvað, hendi í það. Nú veist, ég er þessu kallum. Leifurinn er í vænsmót. Ég ætla að setja því í brennifútir en Ég skal segja hvort það sé gott eða slæmt. 10. áratugur var miklu meira fjölbreytari. Já, þú veist, músíklega var bara alltaf gera rappið og... Já, rappið var nú ekki gott á þessu. Rappið var aldrei verið sérstaklega góð músík. Þetta er til dæmis besta hljómsveit allra tíma. Þetta er gott lag. Þetta er gott lag. En þetta er samt ekki... Þetta er samt alveg svona... 80's pop bulla. Þetta er svona feel good lag. Já. Þetta er þannig, ég tek alveg undir það sko. Þú veist, það var alveg gaman að vera að horfa á bíómynd og þetta lag kemur og þú ert bara eitthvað, hei, geggja dæmið. En þú veist, þú ert líka með alveg ágætis hljómsveit þarna í hópnum. Hún gerði nú margt ágætt það. Jú, og þeir að spila hljóðfæri, þetta er ekki svona típiski gerfi... Nei, þannig að þú veist, það er að sleppa með þetta sko. En í grunninn, nei, þá er 80's músík sko, bara því við verðum að taka heildina. Þú finnir eitthvað, þú veist, sko,
eitt og eitt lag sem í lagi, sko, þá heildin viðbjóður. Já, mér finnst... En samt skárra heldur en kannski mikið það sem hefur komið á þessari öll. Djúvill mikið af leiðinu stöffi sem að koma út. Er það ekki alltaf þannig? Segir maður ekki alltaf? Jó, ég kannski full leiðilegur með þetta, sko. Það sumt Nei, ég ætla að vona að vera leiðilegur í kvöld, sko. Já, ok, ég Ég finnst það svo gaman að skrifa þessa tónlist, en þú talaðir að rappið var ekkert sérstætt. Hvað þá 10. áratugur að skila svona búin? 10. áratugur náttúrulega býður okkur upp á, sko ég var að skrúa upp Guns N' Roses og Nirvana póstera sko núna í búðinni hana. Og þá skal ég segja þér, já, það til dæmis svona gott Nirvana náttúrulega frábært, þú talar rap, Cypress Hill náttúrulega frábært og bara Oasis líka á þessum tíma. Síðan farið blönda eitthvað svona dóti sem ekki kannski uppáhald í mitt en samt skemmtilegt eins og Creed. Síðan þú sko með Döðarokkið, þú ert með Black Metal-ið, þú ert með svo fokkin mikið af þessu. Þú veist, þetta bara, þú veist, flóran svo rosalega fjölbreytt. Og síðan ertu við sko, og ég var náttúrulega ekki mikið og síðan Björk náttúrulega algjörlega á hápunktunum á þessum 10. áratug þegar hún að koma inn í restina, svona seinni hlutan á þessu. Þetta bara, og það var svo margt að gerast hérna líka á Íslandi sko, sem var skemmtilegt sko. Þið náttúrulega mistu það því. Sorry, þú veist, þið náttúrulega, þú veist, þið bara sjá þetta líf sem þið að lifa núna, ungi menn sko, okkar aldrei, ég sé bara deburinn í augunum og þú veist, þú ert bara uppgötað bara, ég fæddist alveg bara á ömmunum tíma. Þú veist, þó þú fæðist á 10. áratug, þú misstur á hann bara. Já, þú veist, ég tel mig ágætlega að mér í tónlist sko, en þú veist, það var næstu eins og þú verður að tala frumskriðum mér núna sko. Já, Nirvana, þú voru aldrei heyrt á það minnst. Eitt lag sem ég þekki. Já, einmitt, þú veist, ég að segja sko, en þetta sko, að þú myndir kama inn í þetta og ég skil alveg sko, það eðlilegt, þú missir alveg að þeim áratug sko, þú veist, það samanskapið þá missi ég alveg sko, svona, þú veist, maður fyrir svona að ranka við sér vanlega 10 ára aldur. Já. Og þegar þú 10 ára sko, þá 2006, 2008, þú veist, það fokkin leiðilega ár, þú veist, það bara efnahagshrun og þú veist, það bara allt leiðilegt. Já. Og síðan hélt maður efnahagshrun, þú veist, ég man alltaf Dr. Gunni segði þegar efnahagshrunni var, hann var eitthvað, þetta verður allavega jákvæmt, það verður punk og internet. Já. Skiljum við, þegar bjóst við að punki kemur aftur, en það kom ekki sko. Það kom bara eitthvað pop sko. Já. Fyrir dóp kom bara á eitthvað svona dótri sko. Já. Sem mjög gott sko, þetta tók maður. Já. Sko, já, og síðan samt nýju skóli í dag bara allt, Rapparar að syngja ástina til dæmis mikið. Já. Og það einhvern veginn svona fítur sem gengur ekki alveg upp sko, svona oft á tíðum sko. Það ekkert allir rapparar, en margir rapparar að syngja ástina. Það bara, þú veist, ég ekki alveg til það rapp sko. Nei, það sem að ég sakna kannski helst. Snoop Dogg var til dæmis líka á 10. áratugnum, finnst þú varst að tala rapp sko. Já, ertu annað með hann? Já, þú veist, ég hafði gaman, sko, hann náði alveg að tala ég náttúrulega var að reyka svo mikið kannabis á 10. áratugnum og þetta var bara mjög frábært sko. Já, upp í Galli. Þannig að þetta var hérna, já, þannig að þetta var 10. áratugum var snillt, það var leiðilegt ég skildi að mista áratugum. Því miður. Já, það sem ég syrgi mest er bara fall hljómsveitarinnar og kannski alvöru tónlistakund. Af því allir sem að búa til tónlist í dag eru að gera það í einhverjum forritum sko. Já, ég til dæmis farið sko inn sko á stúdíó svona núna og ég manni ég fór inn í stúdíó á gamla daga, mínus og eitthvað svona dótri. Þá var sko, þú veist, það var alveg risa stúdíó og bara hljóðfæri og trommuleikur bara og allt að gerast og sér fyrir maður inn í stúdíó núna, þá þetta eiginlega 1 tölva og míkrafón. Og þú veist, og maður bara, þetta ekki stúdíó. Þetta já, ég alveg sammála því, það vantar meiri svona músík, ég ætla samt að trúa að hún komi aftur. Þú veist, þetta getur ekki lifað svona endalaust sko. Nei. Þú ert náttúrulega komin í bara þvælu. Já, ég það sko. Tökum eina skák í viðbót þarna. Hefur það eitthvað challenge þarna? Já. Hvað er challenge þið? Þetta FSR. FSR? Efnilegu bliki. Bliki, já, ég bara hérna, það mjög slæmt að tapa fyrir blika sko. Já, við erum ekki að greina. Hvað er ég að gera? En þú með músat að hliðina þér? Já, veitu hvað, já, og ég nota kvittan? Já, notaðu kvittan, takk. En við viljum bara byrja því að óska þér innilega til hamingju með bókina. Þú þarft ekki að vera svona mikill aumingi. Já. Ef þú gætir aðeins farið með það gegnum það með okkur, hver er aðdragandi bókarinnar og af hverju nafnið? Hvernig ger ég önd út? Nú náði ég ekki að klára. Það ekki hægt. Nei, frábært. Þetta var frábært. Þetta var ekki planið, en já, við vinnum okkur þessari drullu. Og núna á Svartur Svartur á helviti mikið góðan leik, viltu meina? Já, eitthvað ekki sent. Já, en við byrjum bara aðeins á aðdragandanum að bókinni. Þú þarft ekki að vera svona mikill aumingi.
hver svona kveikjan að þessu? Hún hérna, skal ég segja bara ég var búinn að langa lengi að gera svona sko, þú veist. Skrifa að ég alveg búinn að skýta bara þessari skák sko. Já, þú mátt bara íta á fáranum. Nei, ég gefst ekki upp hérna. Nei, ok. Það er alveg skipta. Já, ok, það ekki mínu eðli að fara að gefast upp hérna eins og bara hálftíð sko. Ekki svo graumingi. Ég ætla að segja hérna, já ég sko var náttúrulega búinn að dreyma lengi að gera þessa bók. Og hérna var líklega búinn að vera með hann á planinu í 10 ár. Síðan loksins tókst mér að drulla henni út. Og þakka það náttúrulega, ég fór í eitthvað nám og fekk að gera hana sem hálfgett lokaverkefni. Þannig að hérna... Hvaða kallmann ertu að horfa til? Því að ég veit þú segir að þú ert að horfa til kallmanna sem að segja sjálfshjálparbækur séu bara fyrir aumingja. Já. En ertu með eitthvað svona típa handa mér? Þú veist, eða handa okkur? Já, þið eru þessi típa. Já. Og það er bara allir kallmenn þessi típur. Já, ok, já. Við skulum bara orða það bara eins og það er sko. Það skála að heyra þetta eftir að segja, já. Já, okay. Það eru allir kallmenn þessi típur sko. Og hérna, þú veist, á einhverjum tímapunkti verðum við allir kallmenn, sko, einhverju aumingjur. Hvernig, ok... Kóddu bara með eitthvað sem þú gerst í lífið þínu. Tölum bara hreint út, af hverju við leifum aumingjar? Bara hvar erum við að byrja? Nei, sko, hvað hérna, sko, ertu búinn að lesa bókina? Nei. Nei, sko, það er náttúrulega það, sko, þetta er bara, þetta getur hlusta á hana? Nei, ekki ennþá. Við erum að vera með hana jafnvel í boði, sko, á podcastinu okkar sem við erum að selja áskrift 1190 kr. Ég skal hlusta á hana. Og þá getur menn hlusta á hana, sko, en þú náttúrulega nennir ekki að lesa bækur, þú náttúrulega fer ekki, sko. Og bókin sem skrifuð þannig að allir nenn að lesa. Hún er raun og veru bara eitt, sko, item nánast á hverri blaðsíðu. Tala mjög skýrt út í að þú veist, kynslóðin ykkar leitar svolítið mikið bara á netinu. Það leitar eitthvað starf og fyrir bara að googla þetta og finn bara út hvað er að frétta. Og hérna, skal segja hérna, og ég, sko það sem hún skrifuð þannig, ég vissi að syni mínu myndi ekki nenn að lesa heila bók, sko. Þeir bara googlaði þetta. Og þess vegna skrifa hún svolítið þannig, hún er svolítið point, þú veist, það eru svona hlutir eins og til dæmis, af hverju maður á að vera heiðarlegur í lífinu. Þú veist, og það er lagt áherslu á það, þú veist, það er bara svona lykilatriði öllu sem hún gerir í lífinu er að vera heiðarlegur. Maður er alltaf að segja fólki það sem maður finnst og maður er aldrei að ljúga neinn. Og Sam Harris hafði svona töluverð áhrif á mig með það, ég veit ekki hver hann er, að hérna, mikill spekingur frá Bandaríkjunum. Og hann hérna, skal ég segja hérna, ég las bók eftir hann sem heitir Like. Og hérna, og þar er hann að tala bara um það, maður eigi alltaf að segja satt og af hverju maður eigi alltaf að segja satt og ég til dæmis trúi því líka alltaf, maður eigi alltaf að vera heiðarlegur í öllu sem maður gerir. Og síðan snýst það náttúrulega svolítið maður sé að taka ábyrgð á hlutunum sem maður er að gera. Og þú veist, hér til dæmis erum við búin í samfélagi sem er alltaf bara, og síðan er talað um það hvað sjálfsvorkunn er mikill aumingjaskapur. En við búum til dæmis í samfélagi þar sem sjálfsvorkunn er alveg gríðarlega, sko, mikil höfð og menn hafa... Hún er upphafin. Já, hún er upphafin og menn hafa hann í miklu metnum og ég er til dæmis ekki hrifinn af því, sko. Nei. Og ég til dæmis tel ekki að maður eigi að fara að bera vandamál sín endilega alltaf upp á torg. Heldur maður eigi oft sko að kannski að gefa sér tíma að leita inn á þig? Að leita, já, að byrja, þú veist, út í ef maður lendir í einhverju skít í lífinu, þú veist, þá er það svolítið markmiðið manns með lífinu bara, og lífið er svolítið að segja, herru, farðu og leystu þetta vandamál og gerðu þetta svona og síðan hjálpar þú öðrum að gera. Og þetta fjallar svona einhverju leiti þá og síðan líka bara, þú veist, þegar þú ert með einhverju markmið, markmiðasetting fer gríðarlega í töðunar á mér hjá mörgum. Já, sammála. Og þegar menn kunni ekki, sko, ég er hrifinn af markmið, maður er alltaf að setja markmið, sko. Ég náttúrulega lærði markþjálfun og eitthvað, sko. Ég er rosa mikill markmiðakall. En með öll markmið er einhvern veginn sett bara eitthvað, ég skrifa bara niður á blað markmiðið mín og síðan setjum við eitthvað í ísskáp. Það virkar ekki svoleiðis að ná markmið. Það getur ekki verið það, sko. Og fyrsta sem þú þarft að hugsa, því menn hugsa alltaf ég ætla að vera atvinnumaður eða stórmeistari í skák eða eitthvað svona. Það var góð spurning að geta svaraði, sko, af hverju í andskotanum ætlarðu að vera. Ef þú veist það, þá getum við byrjað að tala saman. Og það er svona fjallar það og síðan líka bara vera ekki alltaf á einni leið og vera með eitthvað svona tvennt í gangi. Voruð þið í íþróttum? Já. Og hvað ætluðu að vera atvinnumenn? Já. En hvað voruð þið duglegir í skólanum líka? Nei. Nei, það til dæmis er svona eitt atriði sem kom inn á þessari bók. Maður á að vera sko, maður á ekki að fá meiri 7 í skólanum, en maður á að vera sko, að reyna að vera atvinnumaður hér og síðan á maður kannski að vera með eitthvað annað plan í gangi líka í leiðins. Þannig að maður sé alltaf, og ef þetta er fyrir að ganga illa og þú ert bara komin í B-lið eða C-lið, að þá þú er að ganga vel í skólanum, þá bæti það upp sko, skal ég segja sjálfstraustið þitt þar og þá getur það komið upp hinum megin líka. Og plús það líka að þessi leið klikkar og þú meiðist í fótboltanum eða eitthvað svoleiðis. Þá ertu alltaf með hina leiðina meðan sem þú getur haldið í. Þú veist, í staðan fyrir að þú sétt búin að setja öll eggin alltaf í sömu körfu. Og þessi bók fjallar svolítið það og fjallar líka bara hvernig við erum að díla við það að vera dömpað, hvernig við erum að díla við það að vera dömpað.
Og þetta þú veist, þess vegna heitir bókin sko, þú þarft ekki að vera svona mikið aumingi. Þegar kemur alltaf þessum tímapunkti eitthvað starf líf okkar, að við erum einhvern veginn að bregðast við einhverjum viðburði eitthvað sem gerðist á einhverjum algjörum bömmar. Og þetta er svona til að koma í veg fyrir það að við séum að hafa okkur eins og villsingar. Ok, sko, þegar þú talar að setja ekki öll eggin í sömu körfuna, það minnti mig á eitthvað sem Warren Buffett sagði einhvern tímann, skrifa niður 30 hluti sem fólk gerir í lífinu og rotaði sér yfir allan nema 6 eða eitthvað, að smera sig ekki og full. Fokkin blíkar, ég þoli ekki blíka, þú veit ekki hvað, sko núna get ég ekki, við erum að hætta þessu viðtali, því ég get ekki lífað við það að vera búin að láta máta með einhverju fokkin blíka, sem hérna í blíka fokkin dreif. Hvað með þú? Nei, við erum ekki að vera kvöttið þú. Ég ætla að segja hérna, þú veist að spyrja hverju árum ég fór að pyrja mig á þessu. Já, ég var aðeins að spá að því þú veist að hvetja menn til þess að vera með fleiri en eitt egg í körfunni og byggja upp sjálfstraust á fleiri en einum vígstöðum. Já. En þú veist, ég var til dæmis þannig þegar ég var yngri. Ég var að leika bara gítar, ég var á skíðum, ég var í fótbolta, körfubolta, handbolta. Ég var aldrei góður í þessu öllu, skilurðu. Nei, sko málið er sko allir geta, sko, einn vinur minn á Ráðstöfunum, við segir alltaf enginn getur allt en allir geta eitthvað. Og það er svona, þú veist, og þú hefur verið að gera góða hluti, bara þessi lýsing hjá þér, hún er bara mjög jákvæð að því leyti að þú hefur líka verið hvattur greinlega á foreldrunum til þess að vera að prófa allt og þau hafa verið að bakka það upp. Líka þess að þú hefur eignast náttúrulega 100 vini í þessu ferðalagi, sko. Og það er til dæmis talað það í bókinni líka, það er verið að leggja miklu áherslu á það að sko það stendur þarna í einu kafla að maður eigi að ná meiri 7 á próf, það sé bara waste of time, sko. Og ástæðan fyrir ég segi að það sé waste of time að vera að ná sko 8, 9, 10, því það tekur rosa langa tíma að ná 8, 9, 10. Og því að það er miklu erfiðara sko að komast úr, það er erfiðara að komast úr 7 í 10 heldur en úr 0 í 7 í skóla. Og málið er, þá maður að nota 7 til 10 til þess að vera eignast vini, eiga áhugamál og gera einhverja hluti, því það skiptir ótrúlega miklu máli að maður sé svona félagslegi læk. Maður sé með einhverja félagsfærni, geti hitt fólk, tala við fólk og verið einhver sko, og verið bara skemmtilegur. Og maður á að búa til einhverja minningar á þessum tíma sem maður er frá 7 til 10 sko, að rembast við í skólanum. Því það er ekkert ömurlega heldur en að vera, þú veist, pældi hún að leggja alltaf á sig og fá alltaf 10 bara og ég var stúdent úr Verslunarskóla Íslands og lala, en þú ert bara sko erfiður í mannlegum samskiptum. Þú ert bara ekki nógu skemmtilegur og kannt ekki neina sögur, menn allir að segja ég vil vera blind fullorðinn í útskriftarferðinni eða þú veist, ég var að gera þetta og ég var að gera hitt og þegar við fórum í fótboltaferðina og Gothia Cup og eitthvað svona dæmi, þú slepptir þessu öll. Þú varst bara eitthvað heima þar að læra. Þú veist, það er ekki, þú veist, það nennir enginn að tala um þann gæja á kaffstofunni, sko. Nei, það er bara ótrúlega leiðilegt að segja, en það er svona, þú veist, og mér finnst þú ofta ekki leggja nógu mikið, sko, áherslu á það, eða bara rækta vinskap. Og það sé, eins og sem ég var að segja, þú veist, þú ætti að kenna að tefla í skólanum, og mér finnst það var sniðugt. Þá finnst mér til dæmis að ætti alltaf að kenna það, sko, bara, sko, mannleg samskipti og vera bara næs náungi. Og vera bara, sko, maður læri það að vera áhugaverður. Samt þetta að kenna það? Já, sko, ég held að sko í raun og veru eitthvað sem samfélagsmiðlar sem mér finnst vera hryllilegir viðbjóður bara, það er bara eina sem við lært á samfélagsmiðlum er þessi setning sem ég nota oft sko að fólk sem við heldum að væri fínt fólk er í raun og veru fá þetta. Sko að það er sko að þú getur það til sem til þess að vera áhuga einhver, þú ert bara heimaðar, þú er áhuga rosa mikið áhuga margir, eða þú veist til þess að vera áhuga skák, til þess að vera 10-11 ára gamall í Garðabænum og hafa mega áhuga á skák í tíundabekk sko virð dæmi, sko, það er bara eitthvað skrítið krakki sko. Ég veit. En sko, en núna til þess að það allt öðru sér, því að nú bara allt í einu getur að fara á samfélagsmiðla og þú getur bara að segja, herru, hérna er bara þetta tappfélag og hér eru bara fullt af gæjum sem hafa áhuga á skáka eins og ég. Og þú til dæmis að tefla í gegnum tölvuna á móti einhverjum tölvuxtar annars staðar og allt í einu sérðu bara, herru, það er einn gæi þarna sko í bekknum fyrir neðan eða ofan sem hefur einmitt líka áhuga á skák og þá ertu allt í einu sko allt í einu komið með það communication í gang, sko. Þú veist, þetta er kannski að góða, þannig að þú veist, og það er áhugavert, skiljum við, það er áhugavert, sko, þú veist, það er líka, það er auðveldara núna að finna hluti sem eru áhugaverðir og eitthvað sem þú hefur gaman og sem getur ræktað við aðra, heldur en þú var kannski á mínu tímanu þegar ég var, þetta var kannski eina slæma 10. áratuginn, teka frá. Þannig að, sko, ég held að, það er alveg hægt að vera áhugaverð, þú veist, það geta allir fengið á okkur, hvort það eru Marvel myndir eða eitthvað sko. Og gæjarnir og okkur sem er að sjá hann auður með einu enni, ég skil ekki okkur Auður með, já. Þau tímdi ekki að splæsa í tvöðina en sko en hann sko til dæmis hann hefur rosalega vírt á Marvel dæmi sko.
En ég hef mjög gaman af því. Það var eitthvað off þegar líka. Sko, ég hef mjög gaman af því, sko, hvað hann mikið, ég get alveg talað um það við hann, sko. Og þú veist, mér finnst það, sko, þetta er svona maður sem ég þekki ekki neitt þegar hann var að koma inn og svona bara einhver lítill staður með gleru og við erum vanlega með á reglu, ég og Frosti, við tölum ekki við neitt nema hann er búinn að vinna þetta í 5 ár, sko. Okay. Og helst ekki neitt á FM fyrir hann er búinn að vinna í 10 ára eitthvað, sko. Og málið, en ég kann tala um hann Marvel, ég er búinn að sjá alla Marvel-myndar, finnst það mjög skemmtilega, sko. Þú veist, þetta er áhugavert. Þú veist, það er hægt að gera sig áhugavert. Og það er það sem fólk á að gera og foreldrar eiga líka að leggja það, þess vegna eins og þú veist í öllum þessum íþróttum og öllu þessum dæmi, þú veist. Þarna eftir að vera eitthvað, sko. Þú getur hitt eitthvað stelp á barnum sem er í skíðum og tala við hann um skíði, sko. Já, algjörlega. Og bara ég var á skíðum, ég var mikið á skíðum, þetta er auðvitað skrítið með skíði, mjög skrítið íþrótt, sko. Skák og skíði, það sem þú er með Þetta er ekki góð blanda. Það er langt skemmtilegast að vera öðruvísi, sko. Ég er sammálaður í því, sko. Og það er líka skemmtilegast í karakterinu, sko. En mér langar samt að spyrja þig, hnippa aðeins í þig með það að þú talaðir að ljúga ekki. Og það var eiginlega bara fyrsta sem hún nefndir, bara ákveðin grundvelli. Þú ert sko þú ert bara þekktur fyrir það, að segja þínar skoðanir og liggja ekkert á þeim. Og það er eitt að gera það hérna, og svo eru kannski aðeins sem sitja en það er ekkert auðvelt að vera alltaf hreinskilinn, sko. Jú, það ekki bara. Nei, sko, ég skil alveg hvort þú ert að fara, sko. Það er, sko, málið er, sko, maður þarf náttúrulega að hugsa, sko, ef það er verið að biðja mann um skoðun, þá má maður alveg vera hreinskilinn. Maður á samt ekki vera endilega, sko, þú veit, ég hef gert það atvinnu minni að sko vera að segja álitmynd á hlutum sem fólk hafa ekki endilega beðið um. Þú veist, þá mæli ég ekki með því. Til dæmis eins og, sko, það er ekki að það fara yfir þetta á Twitter, til dæmis og drull yfir einhvern og segja síðan bara, ég er bara heiðarlegur. Það er ástæða fyrir að ég er að segja þetta, ég er heiðarlegur. En þú veist, það var enginn að biðja þig um þitt álit. Þú veist, þá kannski bara að vera heiðarlegur til að særa. Það getur ekki verið gott dæmi. Þú veist, það er aldrei gengið að því, við Frosti förum aldrei í loftið, höfum aldrei gert okkar ævi, sko, með það markmið að særa eða meiða einhvern umræðu. Það har aldrei verið þannig, sko. Og en við höfum svona sagt okkar skoðanir, sko, og auðvitað hefur fólk orðið reitt við því og kannski sárnað eitthvað, en við höfum líka sama skapið og ég get alveg vitnað eitt ráðherranum til að ekki geta nafna, sko, að þá, sko, sagði hann, sko, þú veist, að munurinn okkur kannski hinum fjölmiðlunum, ef við værum eitthvað, hefðum eitthvað gengið á langt, sko, að þá gengjumst við alveg við, sko. Þú veist, það er að segja, þú veist, að þá var já, herriði, ok, þetta var ósanngjarnt hjá okkur. Þú veist, og við alveg gerðum það og ég hef alveg sagt frá því að, þú veist, við báðum líka afsökunar fólk, sko, eftir til dæmis hrunið þarna, þegar þið eru bara 10 ára gamlir, þá vorum við basically að byrja. Frosti sagði að það væri gósentíð. Já, það var gósentíð, þú veist, það var það sem gerði Harmageddon, sko, því að við komum inn, sko, á því tímabilið, þú veist, og allir brjálaðir, og þetta var alveg gósentíð, þú veist, Harmageddon hefði aldrei orðið það sem maður varði út af því, en þú veist, við sögðum fullt af hlutum, og þú veist, og við höfum alveg beðist afsökunar á hlutunum án þess að fólk hafi beðið um að þið baðist afsökunar. En hvaða vídeó voru þið að taka? Voru þið bara með algjörlega fólkinn í landinu eða voru þið eitthvað? Já, við vorum náttúrulega með, sko, fólkinn í landinu, það er voðalega erfitt að segja það, sko, og áttaði, sko, fólkið, sko, það var ekkert allt fólkið í landinu sem var bara... Á Ingólfstorgi? Nei, það var það ekki, sko, þú veist, það var það ekki. Það var svona gott dæmi, við vorum að tala um Heiðareyri. Það var svona, þú veist, eitt gott dæmi, sko, það var svona haldið fundur í Háskólabíó. Og það sem kom allir þingmenninni saman og síðan var fólkið reitt út í salt, það var svona okkur opin umræðufundur. Og þá kemur einhver í míkrafóninu og segir, sko, og spyr í míkrafóninu, ég bara vil fá að vita, er einhver hérna inni sem vill að þessi ríkisstjórn haldi áfram? Er einhvern inni til að rétta upp hönd og segja þessi ríkisstjórn er áfram? Og það sátu allir lúbarðir, sko, þarna þingmennirnir og enginn þóru réttu hönd, nema Ragnheiður Ríkharðsdóttir. Mosesberg, hún bara rétt upp hönd og bara hún var til í þessi ríkisstjórn áfram. Sko, það var svona, hún þorði og var ekki bara að láta beygja sig í dufti, sko. Það var svona heiðalegt dæmi að gera þetta. Ég held að við hefum tekið náttúrulega, við vorum alveg skutum á útrásarvigninguna og stjórnmálamenn alveg grimmt á þessu tíma, sko. Og vorum alveg mjög grimmir á það, þú veist, við vorum grimmir á því að koma því að Sjálfstæðisflokkurinn færi frá völdum, sem bara eðlilegt var. En síðan vorum við ekkert sko síður grimmir á þessa vinstri stjórn sem tók við. Þú veist, við náttúrulega nýtumst á henni alveg, sko, út í óendanlega 4 ára sem fylgdu þar á eftir. En síðan held ég, sko, að þegar Hólminn er komið, þá munir fólk, sko, þú veist, það er ekki enda á komið tími að það sem má gera upp hrunið. Og ég held að það eftir að koma í ljós þegar við förum að gera upp hrunið að einhverju leyti. Bara brjálaðir núti. Þá eigum við eftir að komast þeirri niðurstöðu að við höfum gengið á langt, í sumum hlutum, sko. Og það hefur bara verið að setja eitthvað fólk í fangelsi og ökklaband sem kannski var ekki að gera neitt annað en bara að sé tíðkaðist. En allt í einu var það bara orðið,
siðlaust og sumir menn voru byrjaðir að borga skatt sem þeir höfðu átti ekki að vera að borga einni neitt, þeir gerðu það samt bara til þess að fá frið frá stjórnvöldum. Og því ég held að þú veist, það er eftir að koma í ljósinn. Já, það vantaði einhver andlit á bakvið að þessari... Það þorði enginn sko, síðan var til dæmis þetta dæmið, þú veist, það var allir bara, þetta var frjálshyggjunni að kenna og það var allir bara harðir á því að þetta var frjálshyggjunni að kenna. Þetta var bara alls ekki frjálshyggjunni að kenna. Bara nokkuð, ef það hefði verið einhver frjálshyggja hérna, eða væri einhver frjálshyggja á Íslandi, þá hefði þetta líklega ekki farið svona hræðilega. Talandi um frjálshyggjuna, Frosti, hann spyr af hverju þú hatar Sjálfstæðisflokkinn? Frosti spurði þig af hverju ég hata Sjálfstæðisflokkinn. Af hverju þú veist á ég að fara að segja það maður. Ég hata náttúrulega, Hvað fátt á það? Nei, sko ég náttúrulega vill ekki nota orðið hata, en sko starfmál sem mér ekki vel við Sjálfstæðisflokkinn. Bara satt með að segja, þú veist, þá finnst mér hann bara, ég samt alveg kann rosa vel við fólk í Sjálfstæðisflokkinn. Þetta er í Garðabæ, mikið af þessu fólki vinir mínu sko. Og síðan og þú veist, og fullt af þessu fólki, fólk Sjálfstæðismenn sko viðtaltur okkur bara mannlega topp fólk sko. Ég ekkert að dæma það af því. Sjálfstæðisflokkurinn bara rosalega lélegur flokkur. Veistu, ég hef aldrei skilið neitt sem kýs Sjálfstæðisflokkinn og gefið mér einhver góða ástæða fyrir því. Bara nema að hann eigi bara einhver hagsmuni að gæta og sé bara, af hverju þú kjósa Sjálfstæðisflokkinn? Það bara því ég er með sko sjávarútvegsfyrirtæki, þá myndi ég bara, ok, ég skilði þig mjög vel, þetta er bara gott hjá þér, eða bara, þú veist, af hverju ertu að gera það? Það er bara því ég veit að ég get ekki fengið vinnur neins staðar annars staðar en hjá ríkinu. Það finnst mér mjög skiljanlegt að viðkomandi aðrir vilji kjósa Sjálfstæðisflokkinn. Já, ríkisstarfsmenn eru mikið fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Að mér sé illa af Sjálfstæðisflokkinn bara kom löngu á hann ég fæddist. Það er bara samskipti fjölskyldum minnum við þessar vitleysingar. Og afa minn heitinn þegar hann var framsóknarmaður nokkur hressefs þar í sveitinni að eiga við þessar vitleysingar að þetta voru bara svo miklu dólgar og ofbeldismenn sem bara ætlast til þess að þeir eigi öll völd í heiminum og haldi einhvern veginn séu kosnir þess. En síðan finnst mér bara Sjálfstæðisflokkurinn ekki standa fyrir einni neitt. Það var bara við með alla stjórnmálaflokka og kalla hann einhvern hægri flokk og segja bara einhver sem segir við mig ég kýs Sjálfstæðisflokkinn þegar þeir styðja einstaklingsframtakið. Ég á oft erfitt bara þegar fólk segir þetta í augunum með að flissa ekki út af því að Sjálfstæðisflokkurinn stendur ekki fyrir neitt einkaframtak. Bæjarstjórinn í mínu sveitafélagi, hann var að hætta nú, Gunnar, blessaður kallinn, fínn kall og allt það sko. En við erum að tala hann er með 2,5 milljónir mánuði í mánuðinum, 2,5. Það myndi enginn ráðana mann, enginn ráða Gunnar í vinnu neins staðar fyrir 2,5 milljónir, ekki neinn. En hann er að þiggja það 2,5 milljónir og peningur skattgreiðar. Gunnar er búinn að vera opinber starfsmaður í 40 ár. Og þetta var talsmaður einkaframtaksins. Og þetta talsmenn einkaframtaksins, ég farið og skoðið ráðherralista Sjálfstæðisflokksins. Þá flesta þessu liði virðist bara hálfpartinn verið að búa að vinna hjá einum opinber allt sitt líf. Hvað hefur þetta með einstaklingsframtak og frjálshyggju gera? Ekki nokkurn skapaðan hlut. Þetta er lið sem heldur ríkisútvarpinu gangandi, þjóðkirkjunni, þú veist það er að halda endalaust áfram. Og þetta er fyrir mér ástæðan fyrir mér illa við Sjálfstæðisflokkinn og því að hann er bara lélegasti hægriflokkur í Evrópu. Já. Takk fyrir. Þetta var alveg nógu síðan. Þú komst inn á að dögunum að þú trúir á Guð. Já. Það hlýtur að vera nokkuð ánægður með Sjálfstæðisflokkinn að dæla peningum í þjóðkirkjuna. Ég skráði mig í þjóðkirkjuna núna í fyrra. Nú, ok. Ég var búinn að skrá mig úr þjóðkirkjunni. Já. Ég náttúrulega málið ég get alveg skilið bara, við höfum bara ríkið á fjárlögum eitthvað svona dæmi. Mér finnst ekki í lagi við séum að skráða svona eins og það er. Ég get alveg skilið að fá einhverja styrki, að fá allir einhverja styrki. Og síðan eigum við kannski einhverja sögum og svona. Ástæðan fyrir ég gerði það var bara að ég var búinn að vera svo ánægður með Jónarhrönn í Garðabænum hún staðið sér vel að ég svolítið erfiðum mánuð þannig að ég ákvað svona og þá er þetta bara svona eins og maður getur eina lýðræði, við búum ekki við lýðræði á Íslandi. Við höldum það oft en það er ekki lýðræði á Íslandi. Að eina ástæðan fyrir því að eina leiðin til að nota lýðræði sitt er að greiða með atkvæðum með peningunum sínum. Og ég greiði atkvæðum með peningunum mínum og skráði mig í þjóðkirkjuna. Það var líka út ég var búinn að lofa á Twitter og sagði ef Leeds kæmist upp í ensku úrvalsdeildina þá væri Guð til. Já. Og Leeds komst í ensku úrvalsdeildina. Og þú skráði þjóðkirkjuna? Ég skráði mig í þjóðkirkjuna og það var líka bara út í að Jónar. Mér finnst alveg eðlilegt ég myndi og mér finnst það alveg verið lægt. Mér finnst alveg þeir eru kannski þess vegna að fá meira fyrir hvern einstakling sem er í þjóðkirkjunni. En það var alveg svona lógík. En þá myndum við líka kannski, þá gætu við veluna með að standa sig vel. Og það var alveg það sem ég gerði þarna. Jón Hrönn tók hann nokkuð mál að sér, kom hann með stuttu millibili og ég var svona að sjá hvernig hún var að afgreiða þau út, þau var svona hlutið til tengd mér og ég dáðist að því. Ég er alveg til í að vera í þjóðkirkjunni
á meðan hún prestur í Garðabæ. En síðan fer ég glórinni bara leið og Jón Rögn fer, ég get henni að lofa því og sérstaklega Vítisfelling. Já, nei, fer ekki að ráða það. Vandamálið þjóðkirkjuna og þetta kerfi samt ekki það, jú, kannski að þú þetta greiði þjóðkirkjuna, en hinn möguleikinn þú greiði til háskóla eða eitthvað álíka. Af hverju þarf ég að annað hvort? Vandamálið náttúrulega það sem ógeðslegt við hennar skatti hann bara einhvern svona skylduskattur. Það náttúrulega líka, eins og til dæmis, ég til dæmis alveg tilbúin að greiða skatti í eitthvað svona. Og til dæmis köllum þetta bara trúskatti eða hvað sem Því að þú veist, ég sá nú einn hérna, ég er búin að gleyma hvað hann heitir hérna, leikarinn, skemmtilegi, sem trúleysingi líka hann var að tala það hérna, hvað heitir Stephen Fry? Hvað heitir hann ekki? Jú, Stephen Fry, það mjög klár námi. Já, hann var að tala það ástæðan fyrir honum fannst til dæmis allt í lagi að vera með svona ríkiskirkju í Bretlandi. Var að það, þú veist, að þá yrðu öfgarnar minni. Þú veist, þessi klikkun yrði minni, Og við getum alveg átt á okkur, að ef til dæmis við værum með þetta alveg frjálst, þá gæti klikkunin alveg, þú veist, það svona ákveðin hætta, ég ekki að segja hún yrði, að þá væru alls konar svona klikkusar bara að spá heimsendi hérna bara hægri vinstri og láta alla plata eitthvað fólk sem var í sorg til þess að setja peningarnir sína eða einhver trúafélög til þess að lifa heimsendinu. Og ég held að það sé ekki góð leið, þess vegna kannski ákveðin kostur að hafa þjóðkirkjuna því leyti. En síðan hérna, ég skil hvað þú bara, til dæmis, ég borga skatta RÚV, til dæmis, ég borga meira fyrir RÚV á mínu heimili, þar sem eru 4 fullorðnir, heldur en fyrir allar aðrar veitur og það með stöð 2 meðtalið. Og ég er með Amazon Prime, ég er með Apple Plus, ég er með Hulu, ég er með Netflix, hvað er ég með meira? Ég er með Disney, þú veist, og ég er að borga meira fyrir RÚV. Og það er líka út ég er með 4 fullorðna og síðan ég er með samlagsfélag og einkahlutafélag. Og þá þarf ég að borga skatta á þessu öllu saman og sama tíma þeir að berjast við mig starfsmannafrjálsa fjölmiðla auglýsingatekjur. Og þetta er náttúrulega málið og þetta er bara Sjálfstæðisflokknum að kenna. Það er ekki neinum öðrum að kenna að staðan er svona með Ríkisútvarpinu með Sjálfstæðisflokknum. Þeir geta alveg bent á hvern annan en þetta er bara þeim að kenna. Þeir hafa aldrei sett þetta ef þeir væru einhverjir menn fyrirtækja og einstaklingsframtaks og einhverju frjálsíki, þá myndu þeir aldrei, þetta er bara prinsippatriði, þetta er svo jarðað við að vera svo siðlaust. Og þá er annarkot hlutirnir þannig, annarkot Sjálfstæðismenn bara heimskir eða siðlausir. Þú veist, þetta er bara, þeir bera bara fyrst og næst ábyrgð þessu. Það er ekki verið enn eitt atriði að einhverjum Sjálfstæðisfólki fyrir töðunum. Já, ég heyri það. Þú veist, og það er bara út í hann, ég er alltaf að bíða eftir. Mér dreymir alltaf einhver svona ungir menn, sem er að koma og tala eins og einhverjir hægri menn og frjálsir menn segja bara eitthvað, herðu, ég nenni þess ekki lengur, ég ætla bara að stofna minn eigin flokk. Það fari bara að stofna í alvöru hægri flokk sem byrjar að toga Sjálfstæðisflokkinn aftur til hægri. Og því að einhvern tíma var hann hefur ekki verið bara hægri sinnaður almennilega síðan Davíð Oddsson fór. Það er bara hann. Já, en þetta er alltaf bæði svart og hvítt og úr því við tölum Guð og trúna, þá finnst mér rétt að minnast á Kölska. Já. Við vorum í Sessum í vikunni. Ég átti útgáfufyrirtæki sitt Kölski. Já. Það gaf út diktum. Já. Og Our Lives og Bangað og Blóðgrúp og fleira og Óla Arnalds einu sinni eina plötu. Ok. Það heit Kölski, átti hann bara Jóhansinni. Þú kíktir náttúrulega í dag? Já, ég kíkti í Kölska og eins og sjáðu, þeir eru með virkilega flotta bæði strítlínu. Svo er alltaf Sessum. Og Sessum, wow maður, við lítið ekkert eðlilega vel út í umskiptinni. Þökkum okkar mann að Tómas Sjöberg þar, endilega kíkja í kaffi. En eins og, þú talar þú gafst út diktu og fleiri góða. Þetta er bara stór nöfn sem að nutu mikla velgengni. Hvernig er seðillinn þarna? Varstu að slíta eitthvað seðill á að gefa út tónlist? Ég hefði til dæmis eins og með diktum. Ég hefði orðið gjaldþrota að þið dikta ekki slegið gegn. Já. Það er bara það, Eftir efnahagshrun og eitthvað svona dæmi, að þá kom þeir inn og ég kassaði bara drullu vel inn á því, Það var líka verið að selja, geislaðsk. Einmitt. Það var bara, þú veist, það var að, maður kassaði inn, núna er ekki neitt að hafa ykkur. Vill ég meina sem útgefandi og sé þetta mjög erfitt. Og en þú veist, listamennir eru svona, listamenn tala þetta er svo þegar maður er að sjá uppgjörun hjá svo listamennum í dag, og þeir eru vilja meina að þetta sé rosa fínn peningur, þá veit ég þessi peningur bara frá því í gamla daga, þá er þessi peningur núna bara drasl. Já, með hvað það var. Já, með hvað það var. En að samanskapa þá var svolítið breyst líka þig, það er raun og verið að fá meira fyrir spilirið, sem er raun og ágætt líka, því að þú veist, það var ekkert verið að fá það mikið fyrir plötusölu þannig, það var svona einn og einn hestur sem gekk upp og bara þú græddir á honum og hann teymdi alla hina. En núna viðburðarhald er raun og verið meira. Bönd er að fá meira borgað og þú veist, það er ákveðið kostur og þannig hefur alltaf verið út. Já, sem að náttúrulega kemur illa við marga í COVID-faraldrinum, en það var mjög áhugavert að sjá, það var frétt bara mest lesin núna, held ég að BL eða ég man ekki hver það var, en það var haldnir 3 streymistónleikar,
og það var 20.000 kall, þetta var náttúrulega fáránlegt, ég las þetta líka. Já. Ég var bara ekki til að orða þessu, ég bara var einhvern veginn, og Stef var að halda þessa tónleika. Já. Og ég bara hugsaði, hvað kjaft það? Stef á náttúrulega ekki verið í því að halda einhverja tónleika. Það er náttúrulega, það er einhver opinber stofnun að halda einhverja tónleika. Þetta var mjög skrítið bara frá upphaf til enda og það kom mér ekkert á óvart sko að listamennir hefur bara grætt 20.000 krónur sko. Ég bara segi það hefur bara verið vel gert síðan þeir hefur fengið 20.000 krónur. Eða sko einhver annar aðeins sem kunni til verk að gera þetta, þá hefur þeir náttúrulega fengið meiri pening sko. Þarna var bara einhver, og þetta bara alveg eins sko bara í öllu ríkisstofnunum. Þetta kann ekki að reka og skapa hann. Nei. Og það er því svo allir að segja að Stef mjög vel rekið, en það á ekki að vera í þessum hlutum. Ok, en ef við tökum Stef aðeins fyrir, eru tónlistamenn að fá eitthvað frá Stef? Já, þeir eru alveg að fá frá Stef sko. Þú veist, það er alveg sko, og Stef heldur mjög vel utan um þetta. Ég held við séum mjög heppið til þess að vera með svona stofnun hérna heima. Því að þú veist, þetta snýr náttúrulega allan höfundarétt. Til dæmis ef við lendum í einhverjum vandræðum með eitthvað úti sem hefur að stela eða eitthvað svona dótri, þá er það alveg varið hér að Stef á mörgu leyti sko. Og þess vegna sko, og Stef sér að rukka inn og svo allar útastöðarnar og allt þetta var hræðilegt sko á sínu tíma sko. Þá voru til dæmis listamenn sem voru að spila Raxin og þeir fengu ekki borgan ánast. Það var allt sett í sameiginlega sjóði og eitthvað svona kjaftæði og var síðan deilt bara út á Björgvin Halldórsson og Bubba sko. Og þú veist, Botlega til dæmis, mestu peningur þeirra á sínu tíma, fyrstu plötuna fóru bara þangað. Þessi þetta búið að lagast allt sko. Og þú veist, og þetta orðið miklu betra þetta. En þú ert búinn að lifa og hrærast í þessum heimi í tölvöru tíma núna. Getur gefa okkur bara breytt bil sem að Stef að gera árið með við hvað tónlistamæður er aktífur eða vinsæll og annað, þú veist, hvað ertu hámarkið að fá frá Stef á ári? Sko, þú veist, Bubbi færur og einhverja milljón, sko, ég trú ekki, ég get ekki vita, sko, en þú veist, það er allan vegana, sko, þú veist, það er náttúrulega eftir hvað starða listamann að tala um það, sko, þetta eru kannski einhver, sko, 1.000.000, 2, þeir sem eru bestir, sko, eru kannski að fá þessu Stef, sko. Já, sem er bara fínt, sem er bara mjög fínt og það er sko fyrir utan, sko, streymis. Akkurat, Spotify og annað. Spotify er ekki að borga Stef minnsta hluta, það er alltaf þannig að sko, því að menn tala mikið niður útvarp. En þið sér það til dæmis, sko, þú spilar eitthvað lag hérna á Spotify hérna og eftir í símanauðinu með eitthvað, þú veist, þá kemur kannski 1 króna inn, sko, en þegar þú spilar það í útvarpinu, þá koma 100. Já, það eru 100 krónur sko, þú veist, það er bara, sko, munurinn er svoleiðis, sko, þú veist, bara ég held að það sé lægstur teljan í 30 krónur, það sé munurinn. Þannig að það skiptir alltaf miklu mestu máli, ég held meira sem hann sé meiri þetta, þið þurfum vel að spyrja Eiðar Arnarsson aðeins og hann er mesti sérfræðingurinn í þessu. Algjörlega. Já, og síðan ef þú ert að sækja seðilinn úr alls konar áttum þá mælum við með Peiti. Þeir sjá bókaldið fyrir einyrkja, minni fyrirtæki, stærri fyrirtæki og þetta er lífið, því líkir meistarar, allir að kíkja. Nei, Peiti er alltaf mjög góð, það er alltaf góð, það er góður útborgar. Okkur langar aðeins að taka fyrir bólusetningar. Já, bólusetningar, ok, svona, já, ok. Já, bara reyndísinska. Hefur einhver skoðun á fólk sem vill ekki láta bólusetja sig til þess? Ég veit ekki hvað ég að segja um skoðun. Ég man til dæmis að Axel Pétur, sem er vinnur okkar, kom mikið í viðtal til okkar. Hann sagði við okkur sko allir sem myndu láta bólusetja sig myndu deyja eftir 3 ár. Ég byrjaði að tella þetta. Já, ég hef enga sérstaklega skoðun á, mér finnst alveg allt í lagi og vill ekki láta bólusetja sig, það var bara allt í lagi sko. En ég var til dæmis ekkert á því fyrst endilega að láta bólusetja mig. Síðan talaði ég við Axel Pétur sko og hann fór að tala um þetta að þú veist að við myndum öll deyja eftir 3 ár ef við láta bólusetja mig. Og síðan vorum við að fá alls konar fólk inn í viðtal til okkar sem voru að tala gegn Jóhannes hérna sem segist vera frjálshyggjumaður og eitthvað svona dóttir sem var ekki gott og Jóhannes er oft svona fínn náðingistalli og alls konar svona lið sem var að koma og tala gegn bólusetningum. Og ég mati þetta bara þannig, ég gerði bara svona áðurmat. Og ég mati það bara þannig, sko, vill ég taka bólusetningu sénsinn og eiga það möguleika að deyja eftir 3 ár eða vill ég lifa með þessu fólki? Og ég tók bara gagnkvæmt ákvörðun það, ég er bara að láta bólusetningu. Og það er eiginlega afstæða mín til bólusetningu að vera best sett upp þannig, sko. Ég er bara, þú veist, bara ef við drepumst að þessari bólusetningu þá bara þú so be it, sko. Liðið sem verður hérna eftir er gjörsamlega galið fólk, sko. Leifur, ég kannski ekki útskýrði það, þannig að oft er ég að senda spurningu fyrir þátt og ég var að keyra eitthvað á og þá var ég hlusta alltaf út á sögu. Já. Ég hlusta ekki X, ég hlusta út á sögu, sko. Stórgóðsleik út á sögu. Já, og þar var að vera að tala um að það væri bara að vera að setja eitthvað njósnaraefni inn í okkur með þessu bóluefni og það væri allir að deyja þessu. Þannig að ég ákveði bara smá að taka þetta út frá því, sko. Þú veist að það er bara ákveðin
þjóðfélagshópur sem að bara, það er bara 10-15% þjóðarinnar sem bara þarna, skilur. Og ég ætla bara að segja, og heldur kannski smá faraldur í gangandi, sko. Nei, ég veit ekki hvort að, sko, það sem virðist náttúrulega mest sem skipt eftir rockljóðstinni, sko, vilja halda fram, sko, er náttúrulega það sé ekki málið. Málið sé helst það, sko, að það sé náttúrulega, ef það væri búið að sprauta til dæmis, og sér að það er búið að sprauta 90% af fólki hérna heima. Og við erum að halda fram þessi 10% eitthvað Íslendinga sem ekki búin að sprauta sig, þeir sé að valda vandræðanum. Vandamálin bara, sorry to say, það er ekki búið að bólusetja sko í mörgum löndum nærri eins mikið og hér og því að vestræn lönd eru búin að vera, já við þurfum að fara hérna í 7. og 8. skammtinn í staðan fyrir að prófum bara að bólusetja alla fyrst og síðan skulum við fara í rándvöða sko, sem held ég væri eðlilegt því að sko við sjáum það þessi afbrigði sem að koma upp núna að þau eru öll í einhverju löndum sem ekki búið að mikið bólusett sko. Þannig að sko ég held að það væri miklu meiri niðurstaðan að gera þetta sko en við eigum ekkert eftir að drepast úr þessu faraldri, það er eitthvað meira til sko, mannfólki á eftir að drepa sig sjálf áður en þessi faraldur gera það sko. Sko, önnur stutt pæling sem ég var bara að hugsa í dag og mér finnst gaman þegar menn tala hreint út. Flugvellar. Á að leyfa þetta? Já. 100% bara endalaust, afturkvæmast. Ég hljóma eins og algjör íhaldssegur, sko, ég það almennt ekki, en þú veist, þetta er bara hreint með, það ekki skemmtilegra að horfa á flugvél sem að þú kveikir í og næsti maður kveikir í. Nei, það sko ég keypti 8 tertur hérna og mér finnst það rosa gaman bara að horfa á flugvelda svona í smá stund, skiljið. Þetta er svona, þess að ég labba heim frá mér og labba býð við ströndina í Garðabænum og ég labba út sko og sé ég allt sprengjuregnið hérna frá Reykjavík, sko þegar ég kom frá Reykjavík og geggja að sjá það sko. Og síðan ég býð alltaf strákunum og læt ég á það pening eða flugvelda og þeir velja nú flugvelda hérna sko og hérna og það er drepleðilegt sprengja þetta upp sko. Já, það er drepleðilegt. En við bönnum ekki neitt sko. Þú náttúrulega talar eins og íhaldsmaður og kýstur okkur á sjálfstæðarflokki. Og þeir eru svona típurnar sem vilja myndi fara að banna hluti sko í einhverju nafni frjálshyggju sko og halda það sé einhver hægrimennska, en það er ekki þannig sko. Þannig að sko að við bönnum ekki hér sko. Við skipum ekki fólki að bólusetja sig og við bönnum heldur ekki flugvelda. Mér finnst samtalið, mér finnst allt í lagi þessi hugmynd sko að hérna, til dæmis þetta dýraeigendur sko, ég veit náttúrulega ekki hvernig það er, ég á ekki hund og ég er mánaðum fyrir hundum. Að hérna, þá skal segja að þú veist, það er eitthvað svona, þú veist, það er eitthvað hryllilegt þegar dýrið manns skítrætt. Já. Og það er svona velti maður fyrir sér sko, þú veist, að það væri, og ég sagði einhver sko í Noregi, væri það þannig sko, að það væri bara sprengjukvóti frá kl. 10 til kl. 2 nóttina. Já. Og þá held ég, þú veist, og mér finnst það allt í lagi svona, þú veist, regla. Það við skjótum bara upp frá 10 til 2. Skiljum við, þú veist, þess vegna 21:30, bara þegar skaupið byrjar þá með allir byrja að skjóta og bara til 2 nóttina. Þá sé það er bara tímabil sem við höfum að sprengja. Og því við þurfum ekki að sprengja neitt meira en það. Og þá geta allir bara svona eitthvað, kveikt á flugvél, árið búið, nú er góðið búið, eitthvað kjaftaði. En sko, hérna, mér finnst það alveg svona góð regla. Þá vita bara allir sem eiga dýr, þetta eru 4 tímar sem eru svona skóleðinir. Skiljum við vitum að það eru 4 tímar, við erum að fara með hundinn hingað eða þetta og eitt. En sko, þá getum við leyft þetta en við erum með svona einhvern bara kvóta á þessu. Þá til dæmis myndi fólk kannski mögulega að kaupa minna raketum. Þú ertu strax farin að tala mína tungu, setja smá höft á þetta. Já, svona smá svona, þú veist, en þú veist, mér finnst það líka bara alveg skynsamlegt. Þetta er bara einhvern veginn að kjánalegt einhvern veginn að nenna að vera eitthvað að sprengja á nýjársdag eða þú veist, vera að byrja að sprengja kl. 7. Það er alltaf eitthvað skrítið, þú veist, maður er eitthvað að borða matinn og það er einn eitthvað geðið peppar með eitthvað garð eitthvað að sprengja eitthvað raketur og maður bara, þetta er ekki svona skemmtilegt. En að hlýta þetta saman og þú veist, og setja jafnvel bara götukvóta á þetta, þannig að þú veist, þú getur bara sótt og síðan fengið og síðan eru bara Nei, það er nú ert þú líka bara að tala eins og sjálfstæðismaður. Og það fyrsta sem hann er að hugsa sko er að sko nú get ég fjölga opinberum starfsmönnum sem bara fylgjast með því það er ekki sem þeim finnst skemmtilega að það fjölga opinberum starfsmönnum. Þannig að sko ég skil þetta er gott regluverk og nokkar starfsmenn í eftirlit og ég nenni því sko. Og þú veist bara ef það eru 2, þú veist ég veit til dæmis í Eyjum sko þá er það þannig að það eru þarna 3 í einni götu sem kaupa held ég bara 70% öllum raketum í Eyjum sko og eru alltaf í keppni að það sprengja fyrir hvern annan sko, þú veist það er bara gaman, skiljum við, það má alveg ef menn vilja sprengja bein á götu þá bara fine by me sko. Algjörlega. Haraldur Sigfús, góðvinur þáttarins, tók sterakast þegar hann frétti hver næsti gestur Kato var og sagði okkur frá því að þú hefði tweetað að hann væri það allra versta sem hefði komið fyrir kvennaboltann þegar hann tók við af Guðrún Jónu hjá Þrótti á miðju tímabili.
Og nú spyr ég einfaldlega, er það rétt? Það er allra besta. Þú týttir þessu. Þetta hefur verið allra versta sem hefði komið fyrir kvennabolta þegar hann tók við að Guðrún Jóni hjá Þrótti á miðju tímabili. Ég veit ekki af hverju það er kannski, já það var kannski út af því að var Guðrún Jóna hvar með liðis? Var hún í efstildinni þá? Nú er hann að rifja þetta upp fyrir. Já, Birkir. Ég hef örugglega gaman. Gaman að hann við, en það geti verið bara út af því að það hefði verið út af að Guðrún Jóna er vinur minn. Og það getur örugglega verið út af því að það var þetta enn eitt atriðið, og ég veit ekkert hvað maður þetta er og mér er persónulega örugglega ekkert illa við hann, hvað sem hann heitir? Haraldur Sigfús. Já, Haraldur Sigfús er örugglega fínn náungi, og ég þarf að, ég veit ég á að vita hver þetta er, ég finn það alveg á mér, Herðu, ég ætla að segja það hefur örugglega, þá hefur enn eitt kallmaður verið komin inn í kvennabolta. Ég þjálfaði náttúrulega kvennabolta. Og mín skoðun er það að það alltof margir kallar að þjálfa kvennabolta. Og bara alltof margir. Og bara það er þannig að það þarf að fara að fjölga konum í kvennabolta, þjálfa kvennabolta. Og það er svolítið skrítið að það er alltaf einhvern veginn þannig. Setja kvóta á þetta, eitthvað regluverk. Nú eftir að segja ekki kvóta. Þetta er bara þetta er bara eitthvað svo skrítið hvernig þetta er. Þetta er einhvern veginn alltaf að þú ert með frábæra þjálfara. Og Guðrún er til dæmis frábær þjálfari. Ég með þess að dreymdi að fá hana sem aðstoðarþjálfari mér í Stjörnunni á sínum tíma. En þú veist, hún var miklu betri þjálfari en ég, og ég vissi það. En ég var bara svona góður í því að geta peppa liðið upp og svona. En það er alltaf svona, herru, við erum að gefa ykkur þessi ungi kallmaður hér í geðveikt efnilegum. Við skulum ráða hann í þetta starf. Frekar hann að taka sénsinn á konunni. En þetta er líka svolítið sterkbólum í fótbolta sjálfum að kenna. Því það vilja oft svona fá eitthvað kall til að öskra á sig og halda að verða eitthvað betra á því. En Máni, þú færði líklega að tækifæri þegar þú ert ungur efnilegur kallmaður. Ég er náttúrulega ekki lengur ungur, en ég líka... Þú varst áreiðlega ég fékk það því ég fékk tækifæri. Ég sá myndir af hliðinu, þú varst mjög ungur. Já, ég var mjög ungur þá, en þá ég fékk tækifæri svolítið snemma, og það var bara mjög gaman, en það var mín skoðun þá og ég var alltaf við, mér finnst þessi þróun eiga sér stað alls staðar út í heimi, Þú veist, það sem konur eru að þjálfa stærstu liði í heiminum og þegar ég var að þjálfa í deildinni, þegar ég byrjaði, þá var þjálfarinn sem ég var að eigast við var Helena Ólafsdóttir, Elísabet Gunnarsdóttir og Vanda Sigurgeirsdóttir. Skilur mig, þetta voru með þessi þrjúlið sem voru fyrir ofan mig í deildinni. Síðan var ég þarna með Stjörnunni, bara í 4. og 5. sæti. Budgetlega segja varst það bara á reyndu stað? Og síðan bara svona, ég var náttúrulega ekki með mikið budget, Nei, ok. En síðan bara gerist það bara svona einhverjum 7-8 ára síðar, þá eru bara allar konur farnar út úr þessu. Það er bara konur kallar í alla... Af hverju heldur það að gerist? Ég veit það ekki, þú veist að hluta til að sagði við mig einn stjórnarmaður í einum knattspyrnulið, þegar hann var að tala um þetta, að hann sagði mér að það væri þannig að konur væri gáfar en kallar, og það væri ástæða fyrir að þær væri til dæmis ekki nefndu oft ekki verið í knattspyrnunefndum og eitthvað svona dótri, út af því að þetta er þannig að þú situr einhverja fundi og fólk er að ræða yfir einhverjum þau þurfa að fá búninga og það þarf að redda þessu spóns og síðan er vesen með þetta og það þarf að manna þennan leik og lala og endalaust svona einhver vesen á einhverjum málum og þetta er endalaust röfl og hringið og röfl yfir einhverju og þetta er náttúrulega bara fólk sem fá eitthvað ofdekraðar þessi knattspyrnumenn að þá skal ég segja að konur hugsa oft bara eitthvað ég er ekki að vera eiga tíma mínu í þetta kjafta ég er nú ekki að fara að taka tíma út því þú fær ekki borga fyrir þetta. Þú veist, þetta er ekki neitt og að þú ert ekki með einhvern planað frama í pólitíka sem getur skrifað ég var formaður Víks eða eitthvað svona dæmi þá er þetta í raun og veru þarf að vera með bilað ástríð fyrir þessu eða bara finnast makiðin leiðilegur það getur verið punktur líka ekki ég sé að segja það en þá hugsi konur oft bara ég nenni þessu og það er bara komast að því bara ég fann frekar heim bara að leika á börn og það sé bara gáðar, það er svona hans kenning, ég veit ekki um þetta það er bara svona, ég er bara að túlka kenningu hans en þetta gæti verið ástæðan fyrir því að ég hafi sagt þetta ég gerir ráð fyrir því, ég þarf samt að kynna með málið betur en ef hann er að bíða eftir því ég biðst afsökun á þessu, þá er ég ekki Hvað er besta lið sem þú þjálfa? Besta, þetta er mjög erfið spurning mörgu leyti, það var svona ég verð náttúrulega ég verð eiginlega að segja besta lið sem ég þjálfað. Ég veit ekki hvað er besta lið sem ég þjálfað. Ég fékk aldrei neitt eitthvað svona brjálæðislegt topplið. Það er spurningin samt Já, besta lið sem ég þjálfað. Það er náttúrulega, það hlýtur að vera kvennaleg Stjörnunum sem ég var með þarna 2008. En engin Málmur? Nei, engin Málmur. Þeir komu þarna á eftir. Já, ég veit það. Skilur mig, og þeir komu náttúrulega, það voru 9 leikmenn hjá mér í byrjunliðinu. Hættið þú eða varstu Reykjavík?
Ég vill eiginlega bara segja að ég hef verið rekinn. Já, ok. Vilt segja. Þú vilt segja það? Já, ég vil eiginlega sko segja það, því sko það kom svona post þetta var eitthvað samkomulag sko, en ég var að viðurkenna, sko ég var alveg ógeðslega þreyttur á þessu, sko. Þetta var bara sko, bara mjög leiðilegt. Mér fannst þetta bara orðið mjög leiðilegt sko, og ég var sko, þetta var, og sko daginn sem ég var rekinn var ég búinn að semja við Pálma Guðmunds að ég myndi vera lengur í útvarpinu. Sérst að við erum lengja þáttinn um 30 mínútur klukkutíma sem hefði þýtt sko algjört vesen fyrir það að vera að þjálfa sko. Þannig að sko þegar þetta kom sko og því ég var búinn að ná frábærum árangri sumarið undan og þú veist og bara besta árangri stjörnunar og mesta stigafjölda stjörnunar hefði náð á þeim tíma svo ég segi sjálf frá, mjög merkilegt og skemmtilegt alls saman. En síðan skal ég segja var ég samt bara orðinn þreyttur á þessu og það ekki mjög svona þú ert alltaf einhvern veginn þjálfandi á einhverjum ömurlegum tímum og síðan ég líka þannig sko, ég fann að ég fór að þjálfa á Keflavík sem var líka alveg frábært og geðveikt gaman að þjálfa á Keflavík. Nei, Kristján Guðmunds. Já, og við héldum sko liðinu hann uppi 2013. Þá skal ég segja, og það var bara, það fannst mér eitt magnaðasta dæmi sem við gert, við vorum í vonlausum stöðum. Já, King Páll Valgeir sem berði Já, þetta var frábært sko. Og þetta var alveg ótrúlega skemmtilegt. Það leiðilegt að Palli skildi ekki að fara lengra í boltanum, hann átti aldrei að fara úr Keflavík sko. Hjartanlega saman, takk. Þannig að hann var alveg með þetta, hann Palli sko. Frábært fótboltamaður, hann var það einmitt sko. Og kom bara með skemmtilega vítt inn hjá okkur sko. Ég ætla að segja þér síðan skal ég segja var það þannig að ég man ekki, þú veist, ég tapaði leikjum. Þú veist, það bara svaf ég ekkert, skiljum mig. Og síðan þegar ég vann, ef við unnum leiki, þá svaf ég ekkert heldur, sko. Og þegar maður svo tjúnaður. Að vera þjálfari í fyrst kvenna, þú veist, er þetta 100% stað? Nei, þetta það náttúrulega ekki, sko. Og málið er svo þegar ég var að þjálfa þetta, sko, það sem málið er, þú veist, ég segi það var mörguleiti erfiðar að þjálfa Haukafjölni líka, sko. Það var svolítið erfiðar að þjálfa Stjörnuna út í, þú veist, þetta var ekki bara að þetta væri Stjarnan, sko, að ég var að þjálfa okkar lið, þetta var náttúrulega mitt uppeldisfélag, sko. Og þá tók maður öllum úrslitum svolítið persónulega, eins og að væri manni sjálfum að kenna, sko. Og Keflavíkudæmi, þá varð maður bara eins og einhver heimamaður. Því Keflvíkingar eru, sko, þú veist, það er alltaf verið eitthvað að dissa Keflavík, sko, Keflavík einstakt samfélag. Og sko, og þetta svo frábært að vera þetta. Þetta svo, þú veist, þegar ég var að byrja að selja bókina mína, það var svo gaman aðeins, sko, þú veist, að það var bara, sko, það var líklega svona bara 2, sko, hverjum 3 eintökum á tímabili sem voru bara til Keflavík. Og þá bara þeir bara litu bara á mig bara sem lokal mann, sko, því ég var búinn að þjálfa það í smá tíma, sko. Og það var ótrúlega gaman að vera það, sko. En það var, ég spurði maður bara, ertu búinn að sætta þig við að sofa ekki þegar ég var að þjálfa það í Emsteinn, sko. Og ég horfði á hann bara drumulostið, ég vissi ekki að þetta væri bara svona hjá öllum, sko. En þá var Viljum alveg eins típa og ég með þetta, að hann bara svaf ekki, hann vann og hann svaf ekki, hann tapaði. Og ég þess vegna sko bara varð að hætta þessu. Bara þegar við sko klúðruðum við í Keflavík 2015, þá hugsaði ég bara eitthvað, herri, þetta er bara komið gott. En síðan kemur alltaf svona uppi með annars lægina sem ég hugsa bara tjóðið verið til ég að vera að þjálfa. Líka því að maður veit miklu meira núna en maður vissi þá, sko. Eins og ég hugsa samanskapið, þú veist, hef ég verið með suma þessa yngri flokka sem ég var með, sko. Þú veist, ég hefði unnið í Íslandmótið ef ég verið saman þjálfari í dag og vissi jafn mikið og ég vissi þá, sko. Fyrsta hraðspurningin, besti þjálfari í Íslandi í dag? Shit, þetta ég Óskar Hrafn, ég ætla bara að segja það. Takk. Ég ætla bara að segja það, sko. Það bara, ég mjög hrifinn af því sem Óskar Hrafn að gera. Þú veist, mér finnst náttúrulega synd hvernig komið fyrir honum. Þú veist, að vera hann í Kópavoginum og þjálfa Blika. En sko, þú veist, ég verð að segja, þú veist, ég hef séð þann, sko. Ég ætla að sjá Gústi náttúrulega komið í Stjörnu, ég ætla að sjá hvað gerist þar svona. Þú veist, Heimir og Óli, ég þekki náttúrulega bara starfinu. Hver er Arda Gunnlaugs, eða? Jú, Arda Gunnlaugs er náttúrulega frábær líka, en ég verð samt alveg að horfa bara, ef ég horfa konkrétt bara út frá því sem ég hef áhuga í þjálfara og sem mér finnst gaman að sjá, þá finnst mér það sem Óskar er að gera og hvernig hann er að spila fótbolta. Þú veist, mér finnst þetta að vera ádátt, þú veist, ég bara elska þetta. En verður hann ekki að vinna titilinn hjá hann? Já, hver er vinna hjá hann? Nei, það kemur upp með eitt atriði sem ég sko, og ég var svo ánægður svo sumt sem Óskar segir, sko, þetta er mjög gaman að ég heyri Óskari, sko, að tala við hann, ég bara elska að tala um hann fótbolta og Dóra aðstofþjálfari, að sko, ég segi sko, nei, Óskar sagði mér þessa setningu sem ég var svo, og þetta kemur líka fyrir í bókinni, sko. Það er sko, þú veist, með markmið, sko, hver er tilgangurinn og hver er gildin. Og gildin, sko, fyrir hvað, sko, hvernig maður ertu, fyrir hvað stendurðu og síðan er tilgangurinn að hverju að þessu og síðan getur komið markmið sem er að vinna titil. Sem hún náir ekki að vinna titil. Þú veist, það er margt meira í fótbolta og íþróttum heldur en að vinna titil. Horfum á bara þetta Blikadæmi. Blikarnir, sko, þú veist, og nú ætlum ég að fara að hrósa Blikum hérna, þráttur hennar hálfvita sem var að máta með hann á hann. Sko, þú veist, þeir selja mesta leikmannum út. Sumir góða tilbaka, aðrir ekki. Sko, þeir skora
Blikar sem aldrei upp í Kópavoginum, þeir skora fleiri mörk heldur en Víkingur skoraði basically í eftir sumar. Strákar sem aldrei upp í grænu eru búin að fara á sjálfmóti og N1-móti í grænum treyjum. Þeir voru að skora svona mikið. Og þú veist, og þeir eru að keyra þarna sem er vandamálið við skulum orða það þannig, hinn almenni Bliki og stuðningsmaður, hann á ekki skilið Breiðablik fótboltafélagið, finnst mér. Og ég skal segja þér þú veist, hvar er stuðning? Til dæmis, ég myndi deyja fyrir svona lið í Garðabænum. Ef ég ætti svona lið í Garðabænum, þar sem ég væri með svona mikið að Ég er alltaf í vippinu að syngja og tralla. Já, vippinu, einmitt, þú ert í vippinu að syngja og tralla. Þú ert ekki fokkið niður. Nei. Og málið, þú veist, það eru bara, þú veist, einhverju 2-3 í grænu böndunni sem eitthvað að sveifla einhverju grænum og syngja eina stuðningsmannlega sem þeir kunnu og það hverjir eru bestir í nára. Hvað er rugglega? Blikarnir Já, ég er að segja, þetta er hræðilegt. Við í Garðabænum kunnum svona 40 lög og þetta er það sem er að gerast í Kópavogi. Og ég málið, og ég ætla að segja það, þú sér til dæmis, Blikarnir að selja leikmenn út, þeir eru að búa til eitthvað, þeir eru að búa til sínum grunni, sínum gildum, sínum tilgangi. Titill getur komið, 1-1, það er bara frábært ef það gerist. En staðreynd máls er samt, þó þeir hafa til dæmis ekki klárað, þá er þetta afrek sem verður bara aldrei slegið. Þetta afrek Blikarna frá því fyrir. Og mér finnst það ekki fengið nóg mikla athygli. Og ég segi það líka út af því að það væri til dæmis frábært ef stuðningsmenn Breiðabliks gætu dregið einhver athygli. Þeir koma okkur á 2-3 leiki. Sjáum til dæmis þessu Blikana bara í Evrópukeppni. Þeir höfðu fokkin erindi Þeir höfðu erindi og þeir voru bara vel drillaðir og vel spilaðir. Og þess vegna er ég mjög hrifinn af þessu og af þessu sem ég bara segja það bara, ég vil bara segja það, Óskar hefur heitlað mig mest af öllu sem ég sé núna, þá er bara það. Maður er búinn að heyra þetta með Gróttu og allir voru að reyna svona einhverju leyti að tala það eitthvað niður. Síðan upplifum maður það þegar maður segir þetta og Óskar er alveg að fá þessa athygli því hann bara allt í einu mætur í íslenska bolta og ég ætla bara að spila svona. Mér er drullu saman. Síðan mætir hann bara til Keflavíkur og þeir fá að sér algjört skítamark og tapa leikklunum og þá segir bara Óskar, þetta er bara fínt. Og þetta var svona Bielsa svar og ég elska náttúrulega Bielsa. Þú veist, og bara ég tek bara ábyrgð á þessu og þegar Óskar var þarna og ég er nú búinn að skamma fyrir að vera svo leiðilegur í viðtölum og því hann er alveg laus við að vera leiðilegur, skiljum við. Hann er bara ekki leiðilegur í persónu. Nei, hann er bara þræl skemmtilegur og Óskar kann líka alveg á fjölmiðla Svo áttaði þetta er einhver besti fréttastjóri sem Stöð 2 hefur haft fyrr og síðar og allir gömlu refirnir þeir tala þennan gæja bara sem höfðingja og hann veit alveg hvernig fjölmiðlar virka frá A til Ö en síðan býður hann okkur þennan karakter Ég hef alveg skammað hann fyrir það bæði on air og off the air bara Óskar nenni ekki þessu og þegar hann kom í Aberdeen-slaginn hann talaði svona bara eitthvað við ætlum bara að vinna þessu auðmingi þá var ég bara eitthvað fokkin elska þetta af hverju er ekki þessi Óskar alltaf og því að þá held ég líka að hann myndi fá svona meiri meiri orku með þenni því að hann er ekki bara að fá hana frá stuðningsmönnum Breiðabliks sem eru einhverju sem ég segi, græna pandan er bara einhver lélegasti stuðningsmönnum. Þú talaðir að vera bara svefnvana bara eftir leiki, sigur og tapleiki og það held líka tilfinningum og Óskar er alltaf búinn að vera heillengi í fjölmiðlabransanum. Hann kemur í viðtal eftir leik og hann kom í viðtal eftir leik til þín einhvern tímann og svo bara panað inn á hann eftir viðtalað sem hann sat Nei, það var ekki, ég tók ekki viðtal með það. Ok, en það tók ekki viðtal og svo sat hann. Ég veit alveg hvernig, ég skal lofa því að Óskar er þannig líka Óskar tapar leik hann mætir í viðtal og tekur svona en ég skal lofa að Óskar sefur ekki mikið Hann er alveg svona típa skerðin og ég veit hann alveg bara sefur og drekkur fótbolta. Skiljum mig, það alveg hann gerir það og ég veit að Dóri var náttúrulega hjá Dóri Árna verðum að gefa Dóri Árna líka kredit. Dóri Árna var hjá okkur í Garðabænum og hann er svoleiðis líka. Já, hann er algjörlega. Hann bara alveg með fótbolta á heilanum 24/7 þeir horfa örugglega á hverja einustu dýtir enda sér maður það. Þegar Óskar eða Dóri segja með einhvern sem góður í fótbolta, skiljum við, þá veit ég líka að hann er góður í fótbolta. Og því að þeir eru búin að horfa og stundum skil ég ekki þegar þeir eru að kaupa einhvern leikmann og ég er bara eitthvað, er hann tilbúin í þetta? Nei, bara ég er ekkert að nefna einu upp, ég veit alveg með Sölva til dæmis, ég veit alveg Sölvi, Dóri þekki Sölva frá aðtölu. Þannig að þeir mun alveg ná einhver út Sölva, hvort sem það takist núna í sumar á næsta ári, þá er engin hætt á öðru en þeir eru eftir að koma Sölva í það besta sem það getur. Og því að hann er góður fótboltamaður, ég er náttúrulega búinn að sjá hann spila frá hann bara 5 ára. En síðan það veit maður, þeir eru ekkert að kaupa leikmann bara til að kaupa leikmann. Þeir eru búin að horfa á hana leikmann 1000 sinnum. Og þeir vita nákvæmlega hvað þeir þurfa að laga og hvað þeir þurfa að hafa fyrir og hverju ekki. Og það hefur bara sýnt sig. Hvað eru þeir búin að kaupa 2 stráka frá Aftureldingu og eru búin að selja á báð? Lítur út fyrir það, ég gerir ráð fyrir að þetta heitir að vinna vinnuna sína.
skiljum við. Og þetta kannski atriði sem við þurftum að gera meira. Og það er góð tíma hvað við vinnum þetta, sko. Já, þú veist, þetta er svona atriði sem við þurftum kannski mögulega að gera meira heima og við þurfum náttúrulega að fara, og það eina sem ég get kannski sett út á Óskar, ég vildi fara að sjá meira yngri leikmann koma inn. Já. En þú veist, þar hann til dæmis í smá vandræðum. Öðruvísi kannski mörg önnur lið. Og þegar ég þá segja mörg önnur lið, þá skulum bara taka KR, FH, Stjörnuna, eitthvað svona sem dæmi. Og Óskar er smá vandræðum þar, sko, meiri vandræðum heldur kannski margur annar einhverju leiti, að hann til dæmis með þegar hann stillir upp liðið, þá er hann með 8-9 uppaldra blika. Og þá er kannski svona skringilegt að fara að henda inn einhverjum ungum blika bara til að henda inn ungum blika. Skilum við, það er allt liðið, sko, af Lókastad. En Máni, er til eitthvað dæmi í heiminum þar sem þú ert selling club en ert að vinna titla? Nei, ég bara held í alveg að það sé ekki. Nei, en þú veist, það er ekki hægt að gera bæði. Ég verði að setja fótinn í blikarnir eru samt selling club og eru ekki að vinna neitt. Já, ég veit það, ég er að segja það, það getur verið. Já, en þú getur alveg, þegar þú ert svona selling club, þá vinnur alveg 1 og 1 titil. Það kemur alveg fyrir hjá liðum, þau vinna 1 og 1 titil. En þú sett konstant vinnandi titla, það sé ekki mál. En hins vegar, þú skal dáta á einu, og þetta er svona dæmi sem þarf í lengri umræða kannski, en þú veist, Blikar eru stoltir af fullt af leikmönnum sem eru að spila úti. Þú veist, þeir vilja til dæmis meina að þeir eru í Alfred Finnbogason. Við eigum Gylfa Sig alveg. Já, þeir mega Gylfa Sig, ég heyrði það. Alfred Finnboga, já, Sverrir Ingi, Sverrir Ingi, svona, þú veist, og Jói Berg, þú veist, tökum við stæmi, þú veist. Þessi strákar, þú veist, þeir eru Blikastrákar og þú segir við litlu strákarnir núna sem eru í Blikunum í 5 og 6 og 7 ára og segir, hei, sjáðu Jóa Berg, hann er að spila á móti besta liði í heimi, Leeds United, hann er að við séum tapað 3-1 en hann er alltaf að fá að spila á annan drótt, skiljum við. Og þeir hugsa bara, wow, ég get farið þangað. Þetta hefur alveg eitthvað að segja alla línur út og hvort er meiri árangur því að sjá Jóa Berg bara negla honum í samskeytin á móti Manchester United á Old Trafford, gæja sem er alveg upp í fífunni eða þú veist, lyfta alltaf lyfta einni dolljótt. Þú veist, hvort er meira atrið, sko. Þú veist, hvort eru að selja yngri strákunum þetta, hei, þú getur farið hingað. Við langar bara ekki að geta bæði. Þess vegna segir, þú veist, ég er sammála Óskari þegar hann sagði þetta, þú veist, það getur ekki verið, sko, það er ekki árangur ekki bara mældur því að vinna titla. Takk fyrir því, ég er búinn að halda þvílíka ræðu fyrir Breiðablik. Þetta var Blika hotnið! Vá, Birkir eru Blikar eru... Hann er að fara, horfa þetta að vera að sofa í kvöld. Blikar eru bara einhver náraklúbbur fyrir mér. Þeir eru bestir í nárum. En ok, mér langar samt að koma inn á, það eru selling clubs sem eru að vinna titla og það er eiginlega bara öll inn í Portúgal en það er kannski bara út af því að þeir eru ekki með þennan útlendingarlimit eins og önnur Evrópulönd. Nei. En þau eru klárlega að vinna titla. Nei, já, en þú veist, en öll þessi portúgalsku liði er að selja alveg fyrir formúlu, sko. Og vinna árið þeirra. Er Bielsa á rétti leið með Leeds? Já, Bielsa er alltaf á rétti leið. Bielsa, wow! Bielsa. Sko, Bielsa er náttúrulega á rétti leið, sko. Þú veist að menn, sko, það kom náttúrulega, þú veist, Leeds tapaði þarna 3 leikjum móti liðum sem öll eru topplið, sko. Það var bara allt hvílík dramatík og lesa þess að kjána þarna á Twitter, sko, stundum maður er bara einhvern veginn. Ég bara hristir hausinn við þessari vitleysu þarna. Og en hann er á réttri leið að þú veist, hvað getum við kallað rétta leið, sko. Hann náttúrulega tekur klúbb sem er, sko, í Svaninu og fer með nákvæmlega sama mannskap upp í toppslag og síðan upp í efstild. Og við kemur Leeds upp eftir 16 ára. Hann byrjar sísonið fyrir að gjörsamlega frábæra. Hann lendir í einhverjum meiðslum núna og ríkrúti í liðinu hefur bara verið lélegt. Ég tel það, sko, það hafi, sko, miklu meira með þennan Viktor Orteta að gera sem er að kaupa leikmenn. Frekar hann að hafa með Bielsa að gera að því leyti. Þú veist, Bielsa finnur Ben White. Þú veist, þú segir bara, ég ætla að taka hann eitthvað og vissi enginn hver hann var. Það vissi enginn hver hann var, bara ekki kjaftur. Og hann, sko, og hann var náttúrulega gjörsamlega frábær þegar hann var með okkur og hann er núna að spila fyrir Arsenal. Og ég held að, sko, að hann sé að keyra þessa hugmyndafræði. Hann getur alveg drillað hann og bakkað hann og breyttir. Því að menn eru eitthvað að segja, Bielsa er búinn og lalala. Þú veist, og maður að lesa svona einhverja kjána Twitter-spekinga að skrifa eitthvað, þetta er bara Bielsa, þetta er bara búið, þessi Bielsa-bolti og lalala. Þú veist, þá verða menn að horfa á það, gæinn sem er að mala ensku úrvalsdeildina. Hann segir að Bielsa sé besti knattspyrnustjóri í heimi og öll hans hugmyndafræði sem keyrði áfram hugmyndafræði Bielsa. Þú veist, þegar hann lendi á vegg, þá fór hann til Argentínu að heimsækja Bielsa. Þú veist, hann segir bara hreint út, það getur enginn verið eins góður stjóri á Bielsa. En Bielsa er bara mjög sérstakur og hann myndi aldrei þrífast sko í svona klúbbi eins og Manchester City. Einfaldlega þeirra ástæða, sko, hann náttúrulega með kröfur á leikmennina sína, sko, þeir æfi 3,5 tíma á hverjum einastegi nánast eða meira. En það gerir ekki til dæmis, það held ég að standi í Leeds svolítið fyrir þrifum þegar það verið að reyna að fá leikmenn, sko. Að þú veist, það er meiri, ætlast til meiri vinnaður. Heldur en er gert til dæmis að þú fara að vera
hjá svo sjáum við sem United, þar eru bara allir eitthvað að éta McDonald's þú veist, og hérna, þannig að já, hann á réttir leið og hann fucking kóngur. Já, hann fucking kóngurinn. Tommi Steindórs, hann langar að vita hvað þú fékkst fuglapeysuna hana sem þú ert í cirka 4 daga vikunar? Fuglapeysuna? Já, fuglapeysuna hana sem teiknimyndapeysuna. Herri, ég fekk hana í Úkraínu. Í Úkraínu? Eins og allir mín föt bara. Já. Þannig að sko, já, þetta er hérna MCQ sem svona undirleipur af Alexander McQueen. Ok. Og ég myndi svona peysu núna, ég er alltaf... Alexander McQueen? Já, ég er alltaf mjög gaman af, það finnst mér að vera mjög svart sko. Tommy, sko, er ekki búinn að vinna nógu lengi á Actioni til þess að hafa efni á svona peysu. Það er bara þannig. Hann þarf ekki á neina að gera þessu. Þú veist, og hann er Tommy út bara að vinna á Actioni sko, þú ert ekki, þú eru ekki efni á svona fuglapeysu sko. Hvernig er rígurinn þarna á FM og Actioni? Er þetta þessu sko, hann var, já, hvað sagði frá? Hann sagði, þetta var þannig í den að það bara, við töluðum ekki við FM og það er bara lúgulegast í heiminum, en núna er þetta orðið miklu vinarlega sko sem að þið eiginlega haldið saman sko. Þið eru það seinustu hörðu X-mennirnir sko? Já, við erum eiginlega seinustu hörðu X-mennirnir sko, þú veist, Tommy til dæmis, sko, Tommy er svona vinur, en ég veit alveg hvernig Tommy er, Tommy lítur samt niður á þetta lið sko. Því að Tommy veit að þetta lið er ekki eins gáð á hann sko, hann er meira svona trýta þetta liði svo að séu svona skrítni frendi þeirra. Fittar hann ekki ágætlega inn í X-stemningu? Jú, hann er bara alveg inn í X-stemningu, en þú veist, völdum við hann til starfa sko, við báðum að hann er settur hann sko, hann var eini gæinn sem hafði eitthvað húmor sko, og ég veit að Tommy lítur niður á þetta lið sko, þú veist, en hann gera bara svona fínt sko, en sko, ég hef áhyggjur á sumar, þeir eru svona rosa mikið eitthvað að vera með FM-liðinu sko. Ómar er náttúrulega, við erum alveg búin að reyna að ala upp, en Jón Már meira svona eitthvað að reyna að vera með FM-liðinu eitthvað, það er að reyna að vera eitthvað nýja Egill Plóter sko, sem er rosa skrítið staður að vera á sko. Og bara mjög einhvern veginn satt sko, það er það sko, það vantar svona hrokan, þessi kynnslóð náttúrulega, við erum kannski síðustu hrokapungarnir sko. Ómar er svo ljúfur sko, en þú veist, við erum svona síðustu hrokapungarnir sem förum hann út sko. Og okkur við náttúrulega þorðum alveg að segja einhver tónlist væri viðbjóður og gera grína Rikka G og eitthvað svona dæmis. Það má ekki líka. Við gerum það ennþá sko, það er ekkert að breyta sko. Máli, má ég segja þetta? Það var þvílíkt dramatískt þegar þið hætti um daginn. Já, var það dramatískt? Já, ekkert eðlilega. Það var dramatískt sko. Við fengum Frostæði til viðtal fyrir 2-3 mánuðum og hann var með tárin í augunum og það mætti, þú veist það, svona utdragsmóti myndi halda að þú og Frosti myndi aldrei mæta aftur í eitthvað saman, svo bara kortir í setna, þá verðið mætir aftur. Já, þú veist, við skulum segja sko... Eru þið bara alltaf sælan? Já, við erum bara híklust sko. En málið, sko, ég náttúrulega er sko latasti maður í heimi sko, ég vill náttúrulega sko græða meira og og vinna minna. Það er svona mitt motto sko, og en við vorum eiginlega búin að vera sko, þú veist, við hættum bara, síðan heyrðum við sko eiginlega bara svona fljótlega, sko, við vorum eiginlega búin að ákveða að hætta fyrir löngu sko, við hefðum hætt 2020. Segðu alveg samt núna, var þetta ákveðið þegar hættu að gera þetta? Að fara í podcastið? Já. Nei, það var ekki ákveðið, það var ekki búið að gefa góða, en það var búið að nefna við okkur. Það var nefnt eiginlega við okkur löngu áður en við hættum sko. Sko, við vorum náttúrulega hefðum hætt 2020, svona, þú veist, þá var svona sá ég alveg fram að ég myndi hætta og myndi bara fara einbinda mér að fyrirtækinu mínu og eitthvað svona dæmi. Síðan náttúrulega kom COVID og það var bara ekki hægt að gera neitt og ég var bara ekki græðið neina peninga. Ég þurfti að vera útvarpsmaður þarna í einhvern tíma sko, og reyna að vinna vinnuna mína, þú veist, og Frosti var náttúrulega lét mig vinna þá alls svolítið. Annars var hann bara vann að sjá þetta sko. Síðan fór ég að gera þessu og síðan bara ákveðið að hætta, Frosti loksins tilbúinn að hætta með Hammergate og ég var löngu tilbúinn til þess. Og síðan hann var loksins svona nógu þroskaður. Frosti talaði um það að var hann sem var að vinna alla vinnuna og þú mætti bara það glaður. Það var bara, ég mætti bara þarna og síðan var ég alltaf bara, þetta er fínt með þessum gæja. Þegar kom ykkur að leysa og þá var Frosti alltaf nei. Varstu oft mættur bara nýja mánuð? Já, ég. Varstu oft bara, hver er að taka viðtal í þetta? Já. Og Frosti búin að vera í marga daga. Já, þú veist, það var nú. Ok, kannasveitur. Ég myndi að hugsa þetta. Sækjurinn, blessaður, ég heiti Leifur. Já, þetta var alveg þannig, sko, þetta var alveg. En sko, það skal láta þetta, það er okkur. Ekkert málvinur. Það þarf alltaf að vera einn alfa meil í öllu svona, sko. Þú veist, það er eitt sem keyrir hlutin áfram. Þú sér þetta með, sko, ef þið væri báðir að gera þetta, til dæmis, þá gætu orðið kontrastar og meiri erfiðleikar á milli, sko. Og þannig að, sko,
að það betra og sérstaklega Frosti hefur miklu meira verið með fjölmiðlabakteríunum sko og langa að vera fjölmiðlamaður. Þetta er mjög góður í. Ég hef náttúrulega bara, sko í gegnum tíðina bara verið bullar, sko, skiljum mig, og hef ekki tekið starf mitt eitthvað sérstaklega alvarlega. Og Frosta fannst alltaf bara óþægilegt að vera með einhverjum öðrum, því hann vantaði eitthvað svona feedback. Hann vissi líka, sko, alltaf þegar hann sagði það, vissi hann í raun og veru hvernig take ég myndi taka. Það kom mjög sjaldan upp að ég var að fara að taka eitthvað annað take en það sem hann bjóst við, sko. Ég verð að spyrja út í ykkur, sem að ég var með spurði Frost út í líka og það er algjörlega minn maður, það er Viðar Guðjónsson. Já. Er það ekki kóngurinn eða? Jú, hann er mjög skemmtilegur því hann lætur bara maður, sko. Já, við fílum það. Já, við fílum það alltaf og ég... Hann fór samt alltaf í sama fari. Já, hann fór alltaf í sama. Það er bara konur að vinna heima og eitthvað. Það var bara að tala um eitthvað allt annað. Það er sko, þú veist, það var kannski fastur svolítið á sömu plötun oft, sko. Hún vantar svona meira teik á sömu málum. Þetta er bara svona duglegur maður sem hefur unnið, sko. Þú veist, hann til dæmis vill meina að hann sé sjálfstæðismaður. En ég vil til dæmis meina að hann sé það ekki, því að þetta er maður sem hefur bara algjörlega unnið fyrir sér sjálfur og búinn að koma sér vel fyrir og bara dugna að fákon, sko. Þú veist, þetta er bara alvöru maður. Hver er hægrisinasti flokkur á Íslandi í dag? Ég myndi, þú veist, þú getur alveg sagt að Sjálfstæðisflokkurinn sé hægrisinasti flokkurinn á Íslandi og Miðflokkurinn. En þeir eru báðir náttúrulega, sko, samt svona bara sósíaldemókrataflokkar, sko. Þú veist, þetta er ekkert neinir, sko, þetta er svona, þú veist, ég vil fá frjálsíka hér. Þú setur ekki Viðreisn þannig að... Nei, Viðreisn er bara eitthvað svona, herru, við erum með eitthvað nýtt pólitískt rétttrúnaðarmál sem við getum tekið þátt í og þeir eru bara í, sko, bjuggu til láglaunavottunum. Þú veist, sem er eitthvað hræðilegt dæmi, sko, sem allir einhvern veginn klappuð upp, sko, og þetta var svo ógeðslegt dæmi. Þetta var raun og veru ógeðslegasta kvenfyrirlitning. Þetta heitir sérst jafnlaunavottur. Já, þetta er eitthvað ógeðslegasta kvenfyrirlitning sem ég séð á ævinni, sko, því að þetta snerist að hækka launin hjá einhverjum háskólamenntuðum millistéttakonum. En sko allar láglaunakonurnar, þær sitja bara ennþá í svaðinu. Og þú veist, Sólveig þurfti að koma inn og bjarga þeim þarna, sósíalistinn, sem hætti síðan. Að sko, þegar allt þetta lýsa eitthvað, já sko, þegar láglaunakonurnar þær eru næst. Á hvaða tímapunkti var mikilvægast að hækka konur sem voru á fínu launum, kannski ekki á bestu launum, máttu kannski alveg fóra hærri laun, en ekki konurnar sem eru lægstu og lélegustu í störfunum og get ekki skilið við ofbeldismennina sína og gera svo lélegu laun. Þetta er náttúrulega bara viðbjór. Þetta stóð Viðreisn og Samfylkingin fyrir og eru búin að pósta því hvað eru frábæri flokkar fyrir þetta. Djöfull, þetta er gróft, maður. Það er eitthvað að skrifa upp úr því. Ég er að ná honum. Ég er náttúrulega að skrifa upp úr því. Á meðan þetta er frábært tímapunktur þetta og það kemur pottet frétt eða ekki nokkra eftir þetta. Þannig við minnumst aðeins á AHA, hvernig líður á höllinni? Hvernig líður á AHA-höllinni? Er þetta AHA-höll? Þetta er bara mjög fín höll hérna. Það er mjög athyglisvert. Ætlið að vera með áskrift og ætlið að vera með auglýsingar líka? Með áskrift, hvernig virka auglýsingar í þessu? Þetta er ekki bara út með einhvern kostanda, við erum ekki að keyra einhverja auglýsingar á milli. Ætlið að vera kostanda það? Já, það eru náttúrulega nokkrir búin að sækja að vera kostendur. Við erum ekki búin að gefa leyfi á neitt sko ennþá, en við þurfum að skoða það bara sérstaklega hvort við leyfum einhverjum að vera kostandi, sko, það verður að vera einhver alvöru. Já. Talandi alvöru, við þurfum aðeins að koma inn á okkar menn í hreyfli. Máni, hann var nefnilega duglegur fyrir, hvernig varst edrú? Það er 96. Já, 96, hann var duglegur að taka hreyfil. Já, duglegur. 5-8-8-5-5-2-2, það er það númer. Það er bara nákvæmlega, sko. Þeir voru með lag, sko. Þeir hafa ekki verið með það lengur. Auglýsingin er svo geggjuð þarna gamla... Já, þeir voru með lag alltaf sem var 5-8-8-5-5-2, sko. Var ekki eitthvað lag með það sem að vera... Það er 10. áratuginn, þetta er allt það. Já, þetta er allt 10. Það var allt best þá. Já. Já, en... Þið eigi ekki eftir að nefna hvað sponsor er eftir að nefna. Kemi, komin á klusa á Kemi aðeins. Hvað er Kemi? Kemi er sem sagt, þeir eru með alla græðir, þeir eru með tunnutrillin, sem er sem sagt tunnutrilla, altså trilla tunnur. Þeir eru með sóttvarnar, kitt, já, bara alla pakkan. Þetta er ekki að frekar ágjörði því og svo er þeir með alls konar klussa, smurolíu, allt fyrir bílinn. Og verður að kíkja á okkar menn í Kemi. Tunguháls. Kemi í Tunguhálsinu. Já, og svo að sjálfsögðu bara rétt AHA, hvað þetta er þægilegt. Sérstaklega fyrir þægilega menn eins og okkur, við erum kósí kallar, Máni. Já, þú ert mikið heima. Já, bara vinna og... Þú ert mikið að panta á AHA. Allt of mikið, eins og þú sérð kannski, og Dominos líka. Allt of mikið þar, en þeir eru bara svo góðir og gæði skila sér. Mike spyr hvort þátturinn mín skoðun með Valtýbirni, hann var vinsæll með tímanum, eða hvort að Máni hefði ekki bara rekið Mækjar á þessum tíma. Þú rekið Mækjar á Valtýr þá? Já. Sko, ég man að ég sagði einhverju viðtali að ég rekið Valtýr þannig að hann talaði ekki nógu mikið um lynch. Það er ekki, já. Og fólki fannst þetta ekki fyndið, sko.
ég man það sko, einhvern tíma þegar var sko. En nei, þetta var sko, ég held einmitt sko, þessi málið með svona íþróttaþætti, sko, þeir eru einmitt frábæri í þessu podcastæmi, sem við sjáum bara með hérna, nú ég með N1 fótboltaþátturinn og síðan erum við náttúrulega með Þungaðettina og síðan erum við náttúrulega með frænda minn Dr. Football og hérna, sko ég held að sko Chess After Dark. Já, Chess After Dark, er þetta fótboltaþáttur? Nei. Við erum bara að tala fucking brefni. 30-40, já, hvað er það? Já, það er þetta bara, ég hef verið að hittir sko. Herðu, ég held að segja hérna sko, en sko málið ég held til dæmis að podcast séu frábær vettvangur fyrir þessa fótboltaþætti. Ég held að það sé bara málið sko, þeir séu frábærir sko, en þetta var ekki hægt að hafa þetta í útvarpi. Það var bara að menn héldu það einhvern veginn, það var verið íþróttaþátt í útvarpi, en þetta skilaði ekki sko, það sem gerist sko að það kemur inn sko nýr hópur, kannski segjum við að koma inn 1000 manns til þess að hlusta á þetta, en það fóru líka bara út aðrir 1200. Það voru aðeins fleiri sem fóru út heldur kom inn, en það kom alltaf inn nýjir hlustendur sem er mörgleiti jákvætt sko, og því að hinir voru búin að heyra auglýsinguna, en þú veist, þeir sem á íþróttum er ekki meirihluti þjóðarinnar. Nei, maður gleymir því óþemlega sko. Já, það er bara staðreynd málsins sko, þú veist, það er ekkert sko hérna, en þessi hópur sem hefur áhuga, hann hefur bara svo ógeðslega mikinn áhuga. Það er þessi málið sko, það er svo, þú veist. Þeir gleypa allt í sig. Já, þegar það er eitthvað sko fótbolta að gerast, eitthvað merkilegt sko, þá hlustar maður á alla þessa þætti. Þú veist, maður bara tjekka öllu sko, ég er náttúrulega nenni ekki að horfa á neitt af þessu Leeds vinnur ekki, eða Stjarnan vinnur ekki, þú veist, þá bara nenni ég að horfa á það. Þú veist, þá bara ekki fræðilegum möguleiki, meira segja því ég fæ borgað fyrir að vera í Pepsi Max morgun og Leeds Stjarnan hefur tapað, það er bara ég nenni ekki að horfa á þetta sko. Þú veist, það er bara fyrir tjóðum sko. Nei, ég lík því, ég þarf nú að horfa á þá leiki sko. Það er svona, var það svo mikið gott þegar Arnar og Óskar kom inn til að maður var að vera þunglindur á þessu. Bara eitthvað tveir að mætast á miðjunni, við skulum bara mæta þeim á miðjunni og báði þjálfarnir með það leikplan og það var bara ræðilegt að horfa á þetta sko. Ertu áfram með sísum með það? Hæ? Ertu áfram í Pepsi Max? Ég veit ekki. Þetta var tilbúið það? Ég er búinn að koma með svo mörg ný nöfn sem ég vil fá að inn sko, að ég verður örugglega hengt út bara sko. Ég var eiginlega meira til í að fara bara... Má ég fá nöfni sem var eitthvað? Nei, ég var meira til í að fara sko, þú veist, mér finnst gaman að vera með N1 fótboltaþáttinn og síðan náttúrulega verður Harmageddon þarna og þú veist, við seljum þá 1190 kall og N1 fótboltaþátturinn verður þar inni og spjalla við góða fólki líka. Að mér langar meira sko, þú veist, ég var sko næst í meira til í að vera bara pródúseraður en Pepsi Max þátt eftir að vera í sjálf. Má ég þetta líta við Þorstein Einarsson? Hann er ekki búinn að taka það. Sko Máni, ef þú ætlar að stíga baksviðs, er ekki séns að fá Sigga Geit inn í setti, hrein íslensku? Ég veit ekki sko, hann var ekki eitt af þessum nöfnum sem ég lögði inn sko. Nei. Siggi Geit, hvað er það? Það er bara gammal íþróttafréttamaður og frændi minn sem talar hreina íslensku og hann væri geggjaður. Já, það er alltaf gaman að menn tala hreina íslensku sko, það er það sko, það þarf alveg sko, mér finnst ofta í þessum þáttum sko fyrst þegar ég fór að þátt sko, þá fannst mér svona, þú veist, þegar ég byrjaði sko að beðin að fara í þetta, þá fannst mér svona eitthvað, þú veist, ég ætti minnst erindi í þetta. Og þegar, þú veist, ég er náttúrulega sko þjálfaði aðstöðuþjálfari Pepsi Max deild karla og þjálfaði í kvennadeildinni og lala, eitthvað svona. En þú veist, allir sem voru við hliðina á mig sko, bara með alla við hérna megin sko, þú veist, og Reynilega hérna megin og Gummi Ben stjórnaði eitthvað dæmið að hötta Max sko þegar hann var þarna fyrst. Varst það til líkt liðir það? Jú, þú veist, með þetta dæmið, þú veist, þá ertu bara wow. En þú veist, þegar ég sagði að þú vissi að þeir eru allir ekkert vita á fótbolta, þeir héldu allir með Manchester United og Liverpool og eitthvað svona drasli sko, en sko en þú veist, jú, það var alveg sko, þú veist, maður var svona, þá var ég alveg bara, herðu, ég verð að vera með leikarinn eitthvað sem á hreinu eitthvað. Sér bara hvað sem fólk nennir ekkert alltaf að vera að hlusta á þetta sko. Nei. Þú veist, þeir langar bara að heyra sko, þú veist, það séu hvernig leikurinn fer sko. Hann nennir ekki að horfa yfir mikill í leikurinn sko. Þú veist, það ætti næstu að vera bara í sér þætti. Það sem bara þeir sem eru alveg bara dítilega fótboltamenn og vilja bara analysera fótbolta, fara í það bara, herru, þetta var að vera, hvernig þetta gert, Hinir vilja bara heyra eitthvað, herru, þetta var bara hræðileg frammistaða, þessi var lélegur, þessi var góður, hvernig það var gert, sko, hvernig þessi hlutir eru, sko. Og þetta er svona, þetta er fín lína einhvern veginn, hvernig það er, og það er alveg erfitt að gera svona þátt, sko. Já. Það er það, sérstaklega líka, sko, þegar þú ert hérna, sko, þegar það er lítið búið að gerast, þú veist, þegar það er ekki merkileg umferð, þá er alveg kúnst að gera þetta skemmtilegt, sko. Já. Það er það, og fólk hefur líka alveg gríðarlega mikla skoðanir á þessu, þegar menn verða alveg heitir, sko. Mönnum finnst bara einhver ósækjum dómgæsla og ef það er ekki talað nógu mikið hana eða eitthvað eitt atriði sem tefast að á vellinum, þá hafa menn alveg ótrúlega mikla skoðanir á þessu. Og
En það sko, mér finnst þetta búið að vera gaman í þessu Pepsi Max barum. ekki? Já, búið að vera það. Þú veist, maður er búin að kynast þeim með Þorvaldur Örlygsson, ég kynntist honum að það. Já. Og ég veit til að segja það sko, þú veist, það er eitthvað, sko, fólk spyrir, hann er mjög leiðilegur á Þorvaldur, því hann er svona virkar mjög leiðilegur. Já. Þorvaldur er einhver alfyndnasti maður sem ég hef kynnst, sko. Já. Þú veist, hann er alveg drepfyndinn og bara kann að endast að skemmtilegu sögum og alveg svo Logi Ólafsson. Já. Það er aldrei leiðilegt að vera í kringum þessa menn, sko. Nei. Aldrei, sko. Og síðan er Atli Viðar líka mjög skemmtilegur, sko. Ég þurfti að æsa hann upp, sko. Já. Búa til svona smá reppa í hann, sko. Hann er bara verið eitt svo allra skemmtilegast, sko. Já. Algjörlega. Við eigum nokkuð spurningar eftir. Nú, þú voru að drífa að klára Já, ég verð að stöku. En þú talar um það í viðtalinu 2020 að neyslan, kvíðinn og skilnaðinn hafi bjargað hjónabandinu. Hvað áttu við? Bara aðeins. Hvað sagði ég? Að neyslan, kvíðinn... Nei, þetta var bara fyrirsögn á viðtali, sko. Þú veist, þetta var ekkert, ég sagði ekki að neyslan bjarga hjónabandinu minn. Ég segi það undir í fyrirvara, ég segi það, hvernig getur þetta bjargað einhverju? Þú náttúrulega hefur ekki lesið og hort á viðtali, þú hefur bara lesið fokkin fyrirsögn. Varstu góð, ég get ekki sko svarað þessu. Nei, það er líka í fínu lagi. Birkir, ég verður að gefa þér gult þarna. Nei, má ekki gefa mér gult. Ertu eitthvað í bréfunum? Ertu eitthvað í Bréfunum? Hvað er það? Verðbréfunum? Já, ég er það. Já. Já, ég er það. Ég kaupi samt bara í fyrirtækjum sko, því ég kann ekki á svona verðbréfadæmi. Þannig að ég skráði bara mig inn sko, í þetta bara að kaupa svona verðbréf og sér kaupi ég bara í fyrirtæki sem ég sko er annað að vinna hjá eða er í viðskiptum. Eins og Arion. Já, ég keypti nú bara út í Arion sko, ég er samt ég er með smá viðskipt í Arion sko. Ég keypti það bara út í Benni bankastjóri er svo skemmtilegur sko. Já, það ekki? Já. Það er ástæðan fyrir að ég keypti í því sko. Já, besti bankastjóri í landinu. Já, hann sko, ég keypti bara út í Benni skemmtilegur og segja hann er alveg að fara að vera með þetta sko. Og svona, þannig að þú veist, síðan keypti ég náttúrulega í svona Íslandbanka og eitthvað svona og síðan bara í einhverjum fyrirtækjum sem ég versla í. Þú veist, bara, síðan heyrði ég að Jónas verið að komast inn í Haga sko og þá ákvað ég að kaupa það sko og ég mun kaupa í fyrirtæki sem Jónas kemur. Það ekki það? Já. Og þegar þú hugsar út í það sko, þá þú veist, til dæmis þetta er komið hjá því að koma með stjórnum maður, hugsaði bara, er það hálfvitar? Þú veist, þetta er maður sem er sko algjörlega búinn að sko fokka upp einhver smáragerði og gekk ekki upp hjá hann. Þú veist, þessi gæði búinn að læra allt sko. Þú læri mest á því eitthvað sem verður úrskið sko. Þú veist, hann er með þetta på 10 sko. Þannig að þú veist, leið og hann er komandi einhvers þar einn, þá er maður tilbúinn að fara að kaupa sko. Þannig að þú ert all-in í Skeljungi og... Já, ég er alveg all-in þar sko. Já. Ég er alveg kaupið það að vera glæsilegt sko. Krypto, ertu þar? Nei, ég er ekki í það sko. Nei, þú ert ekki svo Frosti? Nei, ég er ekki sko þar. Ég er algjörlega, mér finnst það bara algjör. Fórstjóri minn, hann Heiðar, sko að segja að þetta er bara algjört kjaftæði sko. Sagði Heiðar það? Þannig að ég bara trúi honum og ég bara tek ekki þátt í þessu. En þú reynir að tala um Frost eða? Því að Frost er all-in sko? Já, hann má bara vera all-in sko. Ég nenni því ekki sko. Já, þeir eru fá svo vel borgað fyrir nýja podcast-teika. Já, ég vona það allavega. Þannig að sko, þú veist, við þurfum að, þannig að ég bara er ekki bara að kaupa almennt. Nei, takk. Áður við slúttum þessu, hver er þinn uppáhaldsfjölmiðlamaður fyrir þetta sjálfæði? Ég er ekki minn uppáhaldsfjölmiðlamaður sko. Ég skil náttúrulega, ég segi svo oft sko og eitthvað svona dæmi að ég myndi ekki nenni að hlusta mig. Ég nenni aldrei að horfa á viðtöl um þetta. Ég mun aldrei að horfa á þetta viðtal. Ég hef neinu viðtöl, ég hef aldrei hort á sjálf á mig neinu. Jú, ég horfði á mig hann í þættinum, hvað heitir hann það, Kapsmál. Það var út í að bara, ég hafði ekki hugmynd hvað gerist í þessum þætti sko. Ég var nýbúinn í Janssen bólusetningum og ég var eiginlega bara hálfgerður heilað. Og þú veist, það byrjaði eitthvað viðtalið Gauta og ég hugsaði býtti, fór ég í þetta viðtal sko, því ég bara mundi það ekki sko. Og það er eina skipt sem ég hort á mig bara held ég í sjónum sko, annars hef ég bara ekki verið að horfa á mig. En Frosti verður náttúrulega alltaf uppáhaldsfjölmiðlamaður minn, það bara gefur auga leið sko. Og síðan náttúrulega eru margir góðir þarna sko. Ég veist bara, Hjöbbi frændi vera frábær sko fjölmiðlamaður, það bara út í að hann hefur náttúrulega einstaklega og bara breyta sko, getur bara búið til bara eitthvað, bara bóðan í viðtal. Hann getur bara breytt í bara einhverja skemmtun bara á 2 mínútum og hann veit ekkert hvað hann var að tala sko. Hann er bara atvinnubullari og bara geggjaður í því sko. Og þannig að það er gaman á honum og það eru svona fleiri sem er bara mjög skemmtilegir. Ég held ég segja að þetta séu svona, já það ekki. Sindri Sindrason líka komin mikið upp á tíma. Ég var svo til í að Sindri Sindrason gæti þeim í sleistæði hann ekki. Bogi Ágússon er Logi Bergmann? Logi Bergmann? Já. Þú veist, Bogi Ágússon er alveg fínn og allt það sko. Þú veist, hann er bara mjög alvarlegur náungi en ég Gústi svona sem er minn maður sko. Já.
En sko, Logi Bergmann er mjög skemmtilegur sko. Já, saman það. Birkir eitthvað lúm? Nei, ég held að við þurfum bara að fara að hleypa Mána í náttinn. Þetta var búin að vera frábært að fá þig, Mána minn. Þetta er lokalagi. Þetta er lúkalagi. Það segir eitthvað skemmtilega sög eins og það. Já. Einhvern mann þetta sko, þetta er náttúrulega, hann kom hérna og samdi lög íslenska plötu, þú veist það maður? Ha? Já, hann á hérna íslenskan vin sem heitir Barði Jóhansson. Það eru 2 eða 3 lög, þetta er Ghost from the Past sem þeir sömdu saman, Barði og hann. Geðveikt. Já, þetta er mjög hressandi. Skemmtilegt. Þorkell Máni, hvað er það mikilvægast í lífinu? Það eru lokaorðin í bókinu minni, þú getur lesið þau. Það stendur hérna lokaorðin í bókinu minni síðasta blaðsíðan. Þú getur bara lesið hana og það er það mikilvægast í lífinu. Frábært, takk hérna fyrir komuna. Takk fyrir okkur. Þú horfum að hlustuðu. Fokk að þú er þetta blík! Dominos, Payday, Kölski og Kenny. Átta vikulegri.